heiti Vera Eyglóardóttir og les á íslensku. Þegar hátíð fer í hönd búa menn sig undir hana hver á sína vísu. Það hefur gerst á margan máta. Benedikt hafði sinn hátt á því sem öðrum. Hann var sá að í byrjun jólaföstu, helst á sjálfan aðventusunnudag ef veður leyfði, lagði hann upp með ríflegt nesti, sokkaplögg til skiptana, tvenna eða þrenna nýgerða leðurskó, prímus, olíubrúsa og glasa vínanda í mat sínum. Ferðin heitið á fjarlægar fjallaslóðir. Það sem þetta leyti árs var ekki annað kveikt á ferli en harðgerðir ránfuglar, refir og einstöku eftirlegu kindur sem leikarmönnum hafði sést yfir í síðustu göngum og nú ráfuðu milli snapana í reiðileysi. Það voru þessar flökku kindur sem hann var á höttunum eftir. Þær skyldu ógjarna krókna eða hólfalla á heiðum uppi af þeirri einni ástæðu að enginn nennti eða treysti sig til að leita þeirra og bjarga þeim til byggðar. Einnig þetta voru lífverur, skepnur gæddar holdi og blóði og það hafði æxlast svo að hann bar eins konar ábyrgð á þeim. Það sem fyrir honum vakti var einfaldlega að finna þær og koma þeim heilu og höldnu undir þak áður en hátíðin mikla ferðist yfir krónu kalda og kringlu heims og fyllti friði og velþóknun vilji þeirra manna sem hafa ekki legið á liði sínum en lagt sig alla fram. Á þessum aðventugöngum sínum var Benedikt ávallt einn síns liðs. Eða hvað? Mannafylgd hafði hann að minnsta kosti engan, en í för með honum var þó alla jafna hundurinn hans og oftar en hitt einnig forystusauður. Þegar þessi saga gerðist hét hundurinn Leo og var að því að Benedikt sagði mesti myndarpáfi. Sauðurinn hafði svo harðfengi sinnar hlotið nafnið Eygló. Þessir þrír hafði árabil verið óaðskiljanlegir þegar var að ræða leiðangra af slíku tagi og þekktu nú orðið hver annan út í æsar með djúpræta kunnugleik sem líklega tekst aðeins milli fjarskyldra dýrategunda sem engin skuggi af eigin sjálfsveru, eigin blóði, eigin óskum eða fýsnum villir í næturmyrkri. Raunar voru félagarnir 4 að tölu en gæðingurinn Faxi var leggjargramur og skrokkþungur til að vaða lausamyrkuna sem einhverjum framan af vetri hættir til að hlaðast í skafla og auk þess naumast færum að standast vos og erfiði dögum saman við þann skorna skam sem hinir þrír gátu komist af. Benedikt og Leo hafðu skýrist við hann með sorg og söknuði þótt varla væri meira en viku að ræða. Eitill og hlutskipti af því tagi sem öðru með meira jafna að gefa. Þarna var nú þessi þrenningaferli farnhvítan vetrardaginn, fremstur Leo, með tungubrottin lafandi listilega út úr hægra kjaftbygginu þrátt fyrir nepjuna, næstur honum Eitill, ólundur að vanda, aftastur Benedikt með skíðin í eftirdragi. Snjólagið hér í byggðum niðri var of létt og laust í sér til að bera upp í skíðamann. Hann átti ekki annars útkosti en vaða með þeim. Annað veifið hrautar yfir þúfur eða steina, úff og sveig, þvælings ófærða þarna. Eina huggunin að það hefði getað verið verra. Leo hafði mörgu að sinna svo sem hunda er hottur, lék á allsoddi, aðra stundina réð hann sér ekki fyrir kæti, gat ekki að sér gert að gefa gleði sinni lausan tauminn. Tók undir sig stökk svo mjöllin þyrlaðist hann og framan í Benedikt, flaðraði upp hann, heimtaði hrós og gæfur. Já, þú ert mesti myndarpáfi, fullvisaði Benedikt hann lofsamlegri orð átti hann ekki til í eigu sinni. Þeir voru lagðir af stað fyrsta spölinn inn að botni, bænum þar sem byggðina þrýtur og fjöllin taka við. Höfðu daginn framundan og fóru sér að engu ótt, röktu troðningana bæja í milli, stöldruðu við, heilsuðu upp á fólk og hunda, en Benedikt afþakkaði með virtum kaffibolla. Ekki núna, vildi ógjarnan verða of seint fyrir, en þá í staðinn mjólkursopa og þeir allir þrír. Æ og í æ var Benedikt að svara spurningum veðurútlitið. Fólk spurði bara, varaðist hnýsni og hrakspár, en hverjum einum frjálst að spyrja. Fyrir kom að menn bættu við eftir á að
hvað ég vildi sagt hafa, Leo áreiðanlega ratvís, það bót í máli. Þú ert aldrei nema skyggi og skelli á bylur. Menn sögðu þetta í gamni og lyftu vart sjónum frá jörðu, voru síður en svo að glápa á skýjafarið, þrútið og þungbúið. Það mætti segja mér að hann rataði rakkinn, sá Arna. Ratvísir erum við allir þrír, lét Benedikt sér munn fara léttur í svörum og lauk úr mjólkurskálinni. Ástarþakkir. Að þér og eitli ólöstuðum myndi ég nú treysta Leo best, sagði bóndi og skrapp sem snöggvast inn, sótti góðbita handa seppa af glefsæði. Benedikt gat þess ekki að Leo væri mesti mynda páfi, en kinkaði til hans kolli, hann skyldi hafa sína hentisemi. Eitli var hyglað húfufylli af ilmandi töðu, að svo húnu kvaddi Benedikt og þrenningin hélt leiðar sinni. Farið til kirkju daginn hafði Benedikt ekki, til þess vannst ekki tími. Ætti hann að ná í náttstað í nokkurn veginn tæka tíð og geta fengið fulla hvíld áður en lagt yrði af stað eldsnemma þann óraveg sem beið hans að morgni varð að taka daginn tímanlega. Að hann fór sér hægt og rólega fyrst á daginn var einkum vegna Eitils. Ekki þar fyrir Eitill var ótrauður og bar nafn sitt með rentu hvað sem á gekk. Því meiri nauðsyn bar til að láta hann ekki ofreina sig í upphafi langferðar. Benedikt átti því óhættum vik að taka á sig krókinn til kirkjunnar. En það þetta ról hans á aðventusunnudaginn eftir sveitinni á við kirkjugöngum. Þar á ofan hafði hann áður en hann lagði af stað, tyllt sér á rúmbríkina og litið yfir texta dagsins, Matteus 21, innreið Jesú í Jerúsalem. En klukknahljóminn, sálmasönginn í litlu torfkirkjunni og hina einföldu túlkun gamla prestsins á guðspjallinu varð hann að gera sér í hugarlund, enda engin frágangssöng. Hérna var hann nú á gangi í snjó, hvítt til allra átta svo langt sem augað eygði, grámöllulegur vetrarhiminn hið efra, ísinn á stöðuvatninu miðsveitis hélaður eða þakinn léttu snjólagi. Það voru aðeins lágu eldgígarnir gægðust upp úr því hér og þar sem drógu af stakri snilld fáeina svarta hringi misstóra eins konar táknmyndir í takmarkalausu snjóauðninni. Væri dulspá að ræða hvað boðaði hún? Ráðningin myndi vandfundin. Hver veit nema þessir gígmunnar segðu eitthvað í þessa átt. Látum allt fenna og frjósa, látum vatn og steinefni storkna, loftið kólna og sáldrast niður í hvítum hnoðrum breiðast yfir foldina sem brúðarlín, að ekki sé sagt náblæja. Látum andardráttinn verða að ísi í vitum þér, vonina í brjósti þér, blóðið í æðum þér, undir niðri lifir eldur falinn. Vel mátti vera að þeir segðu eitthvað því En var þá ráðning gátunar fundin, enda vel til að þeir segðu eitthvað allt annað. Að þessum dökkur hringum undanteknum var að minnstakosti allt hvítt eða grómgrátt, einkum stöðuvatnið, glithvítur flötur, hrufulaus eins og dansgólf milli gíganna. Hverjum var það að bjóða að fá sér snúning? Og sem væri hún alinn af þessari ofurbirtu með hennum dökku baugum gígana og einstöku hraundrangi gnæfði líkastur nátttrölli upp úr auðninni hér og þar, var yfir fjallasveitinni þennan sunnudag sérstök hátíð, hneit manni við hjarta, ómælanleg hvít helgi umlukti þráðbeinan hvíldardagsreik strókana stigu upp af hennum dreifðu bílum, lágreistum eða fentum að hálfu í kaf, kyrrð með öllu óskiljanleg og þunguð fyrirheitum. Aðventa. Aðventa. Benedikt tók sér orðið í munn af stakri varfærni. Þetta mikla, hljóðláta orð, furðulega annarlegt og þó leið innfjált. Sennilega það orð snartan dýpra en öll önnur. Hverju það bjó yfir var honum að vísu alls ekki ljóst, nema að það fól í sér að einhvers væri vant en eftirvænting á næsta leiti, undirbúningur einhvers betra. Það fór ekki miklu máli. Eftir því sem árin færðust yfir hann var sem allt hans líf væri orðið ein aðventa. Því hvað var líf hans rétt á litið? Hvað var líf mannsins á jörðinni ef ekki ófullkomin þjónusta sem helgaðist af bið eftir einhverju betra,
eftirvænting, undirbúningi, þeirri ákvörðun að láta gott af sér leiða. Þá voru þeir komnir að einum bænum enn, þar sem rúmhelgin tók á móti þeim af venjulegri innansveitar alúð, en kaffi, ástarþakkir, ekki núna, þeim lá sem sé ofurlítið á. Daginn var tekið að stytta, en það var sama þegið. Bóndi gáði til veðurs og dró ekki dul á það, leit sannast sagna ekki sem best á útlitið. En veðrinu var maður að taka eins og Guð gefur það, eða svo var skoðun Benedikts. Bóndi vildi þá fyrir sitt leyti óska þess að hann skylli á áður náttaði. Slíkt hjal var Benedikt síður en svo að skapi. Þú segir það, hnussaði ég honum, jæja, eftir blessaðar og sæl. Nokkuð gagn í þessum förunautum þínum? Spurði bóndi og þótti miður að sjá á bak manni sem hann kannski sæi í síðasta sinn, leist bölvanlega á þetta ferðaslangur hans, að þetta erfiðar draumfarir fann á sér að frá þessum þremur stafaði raunablæ, það beið þeirra eitthvað andstætt framundan á næstunni, ef ekki annað verra. Sauðurinn þér ekki eingöngu til trafala? Geturðu treyst á hann og puttan? Það hefði ég haldið, ansaði Benedikt. Við höfum komist nýjan krabban áður, allir þrír. Þannig má enginn tala á örlagastund, að storka sjálfum höfuð skepnunum með oflátungsháttur og kann að hefna sín. Bónda var orðfall og láðist að hefta för þeirra, þannig arkaði þrenningin leiðar sinnar. Eftir var efabrandinn maður harð óánægður með þá og sjálfan sig og alla hluti á himni og jörðu. Tuggði tölu sína og sá þá fjarlægjast. Fólk af þessu tagi var honum ráðgáta. Að leggja jafnvel líftóruna í sölurnar til þess eins að bjarga fáinum flokkurollum, sinni úr hverri áttinni. Sjálfur á Benedikt aðeins fáar kindur og vantar enga. Benedikt fyrir sína parta var jafn óglöggur á hinn forsjála bónda. En hvað sem því leið hélt þrenningin í áttina, dagurinn var með ágætum, engum skyldi takast að spilla honum, fyrirtaks ferðadagur og með eindæmum hátíðlegur. Það var á þessum degi fyrir árum og öldum að Jesús Kristur hélt innreið sína í Jerúsalembúa. Væri vitneskjan það manni efst í huga, var engin vandi að finna fyrir því. Dagurinn hafði varðveitt svip af því úr forneskju fram. Benedikt stóð atburðurinn ljóslifandi fyrir húsgagnsjónum, Guðson reið inn í hina dýrðulegu sólglitrandi borg. Benedikt hafði séð mynd af henni í Nýja testamentinu með múrum hennar og skrauthísum og Jesúm ríðandi á asna sínum. Greinar þær sem fólkið skar af trjánum og kastaði fyrir fætur asnanum voru í lögun líkastar frostrósum á rúðu, en Benedikt vissi að þær voru ekki hvítar, þær voru grænar með sjálfa sólorkuna geymda í hálum gljáandi blöðum. Og í sannri svipan ómuðu orð ritningarinnar að heita mátti heyranleg utan úr geimnum, eins og bylgjur ljósvakans hefði gitt þau og ekki þyrfti annað en leggja við hlustir. Sjá, konungur þinn kemur til þín, hógvær og ríðandi á ösnupóla, afkvæmi áburðargrips. Hógvær, vitanlega, Benedikt skildi það út í æsar, hvernig gat Guðssonur verið annað, og ríðandi á hólandi áburðargrips, því ekkert lifandi né dautt of lítilmótlegt til þjónustunnar, svo aumur enginn að hann helgist ekki af þjónustunni, eða mikill, jafnvel sjálfur sonur Guðs, aðeins af þjónustunni. Og Benedikt finnst í sömu svipan að hann kannist við þennan litla asnabóla og viti gerla hversu honum og hvernig Guðsinni hafi verið innanbrjósts á þessari heilugu stund. Og leið sá hann glögglega fyrir sér fólkið breiða spariföt sín á veginn og aðra heyrði hann spyrja, hver hann þessi? Já, svo sannarlega, hver hann þessi? Þegar þeir þekktu ekki Guðs heilagan son. Hefði þeim þó verið ætlandi að bera kennsl á hann, yfir dýpt einfaldleikans á ásjónum hans, ljómaði bros sem aðeins brá á angurværum skugga, vegna þess að þeir vissu ekki betur, að augu þeirra skyldi vera svo glíuð, spegill hjartna þeirra svo döggvaður. Og þetta dapurlega bros leið fyrir hugarsjónir Benedikts hitnaði honum í hamsi. Hversu blindir þeir hlytu að hafa verið að standa augliti til auglitis við frelsarann og kannast ekki við hann.
Hann sjálfur myndi hafa þekkt hann á augabragði, það var Benedikt ekki í neinum vafa. Tafarlaust myndi hann hafa gengið honum á hönd og hjálpað honum að reka hrakmennin og svika lappana út úr helgidómum og velta hann kollborðum víxlaranna á dúfnamangarna. Við þá tilhugsun losar Benedikt skinnhúfuna þurrka sér mennið. Það var ekki gangan sem hleypti út á honum svitanum, það voru hinar herskáu hugsanir og þáttaka hans í hreinsun musterisins. Hann maður með eindæmum friðsamur að eðlisfari. Það var aldrei hvarflað að honum, að minnsta kosti ekki síðan hann komst til vits og ára að beita aðra menn ofbeldi af neinu tagi. En orð frelsarans, hús mitt á að vera bænahús sem þið gerið það að ræningja bæli, vöktu með honum ákveða andúð og gremju. Að hugsa sér að bannsettur braskarinn í víkinni tæki sig til og setti upp útibú í gömlu torfkirkjunni þeirra. Þá hlyti friðurinn að vera úti. Og með þessi orð frelsarans fyrir eyrum sér fann hann sig reiðubúinn til hvers sem vera skyldi undir forystu himnaherrans. Dúfnamangarar og ekki. Braskarar yfirleitt, hann ætti svo sem að kannast við þá. Best að hugsa sem allra minnst þá. Og aftur þurrkaði hann sér mennið. Þeir kaupahleðnar sem hann þekkti af raun, þótt þeir væru viðsjálir og víxsporin ófá, kæmi vonandi aldrei til þess að hann þyrfti að beita þá hnúum og hnefum, og ljúfari tilhugsun gat hann var ímynda sér. Þarna arkaði Benedikt sem sagt leiðar sinnar, unaðsemdir og erfiðleikar sóttu til skiptis á í huga hans á meðan grá dagskíman smám saman sortnaði í kringum hann og fullt tungl kviknaði að baki skýjarhóðans sem örsjaldan opnaði rifu svo að blika því bar við bleikan kvöldinni. Háar hugmyndir sjálfan sig gerði Benedikt sér ekki. Hvernig hefði hann líka átt að gera það? Til að sjá var hann, nú dagurinn sem óðast fjaraði út, aðeins óskýr skuggi á flökti foldina og vafasamt hvort hugmyndir hans sjálfan sig voru ekki jafnvel ennþá ógreinilegri og máðari. Hann var vinnumaður á bóndabæ og hafði verið frá unga aldri, það var allt og sumt. Eða ef nánar var aðgætt, vinnumaður mestan hluta ársins, annars hálfgildings húsmaður. Það var í einu og öllu eitthvað hálfgildings og lítilmótlegt við hann. Hálf góður, hálf slæmur, að hálfu maður, að hálfu skepna. Þannig var það og ekki öðruvísi en satt skyldi segja. Á sumrin vann hann fyrir kaupi hjá bónda en var ársmaður í aðra röndina. Því á veturna hirti hann fé á beitarhúsum gegn fæði og einhverja fataplökum. Aðeins stuttan tíma vor og haust, þar á meðal þá daga sem fóru í fjallaferðir hans á jólaföstunni, var hann algerlega sinn eigin húsbóndi. Í ofanálag átti hann reyndar útihús, fjárhús, hesthús og hlöðu undir heyið sem hann sló á leiguengjum á sunnudögum eldsnemma og eftir messu. Allt á litið var hann þannig í góðu gengi, en það var óbreyttur alþýðumaður og annarra hjú og einskis annars hæntir hann kærir sig að verða, ekki einu sinni í himnaríki, ekki norður. Þeir tímar eru garðgengnir. Þeir dagar og nætur hann átti sér drauma hamingju og hóglífi þessa heims og annars, garðgengnir og Guðs ljóð. Aldrei nema þá hafði honum fundist hann vera ófrjáls. Þegar frá leið hafði honum vist hann nokkru nær því að vera maður. Víst var hann orðinn maður, það ekki af honum skafið, nema ef vera skyldi að einnig það væri fordeild og öfugsnúið yfirleitt. Hvað sem því leið var hann nú maður kominn á efra aldur, 54 ára, svo það var ósennilegt að hann rataði á fleiri refilstigu hér eftir. 54 ára, og það var í 27. skiptið að hann lagði upp í slíka ferð. Hann veit að upp á sína 10 fingur hefur fylgst með tölunni ár frá ári, 27. skiptið. 27 ára gamall hóf hann þessar göngur sínar. 27 sinnum hefur hann arkað hér bæ frá bæ á sveitar enda, oftast nær á sjálfan aðventu sunnudaginn eins og í dag. Ójá, tíminn líður. 27 ár, svo djúpt var á draumunum þeim, sem enginn vissi nema hann og Guð almáttugur
og öræfin, sem hann Háróma hafði trúað fyrir þeim í sálarangis sinni. Þegar á fyrstu göngunni hafði hann skilið þá eftir þarna uppi milli fjallana. Þar voru þeir tryggilega geymdir. Eða skjöplaðist honum það? Voru þeir á sveimi í fásinni öræfanna eins og útlægir andar, vofur sem lifa sínu flöktandi, afskærda lífi í snjó, auðn og veðruðu grjóti? Voru það þeir sem hann var á höndunum eftir á hverjum einasta vetri, hvort þeir væri ekki enn orðnir örmagna, hvort urðin hefði gleypt á? Ó nei, óra af því tagi var honum alls fjarri að ala með sér, svo var sem betur fer ekki ástand Nú nálguðust þeir sem óðast næturstað og héldu móðir á brattan, skásnettu upp brekkuna lágu upp að hlaðinu í botni, Benedikt, Eitill og Leó. Bæjarhúsin hafa haslað sér völl á víðáttumiklu þrepi með heiðarbrekkur í hálfhring að baki, spölfótt hærra en undirlendið framundan sem kom sér einkar vel, sérstaklega þegar sólin tók völdin á vorin en það skjólgott í sveifinni. Benedikt var þreyttur öldur en aðeins einu sinni. Var kominn að leiðarlokum þennan daginn, sneri sig við, leit yfir farin veg. Hann hefur tekið annað hornið á Eitli, ýlurinn niður yfir rótina áberandi, við hina hliðans stendur Leó og dinglar rótinni. Þetta var hátíðleg stund, þrenningin kastaði mæðinni. Ekki svo að skilja að Benedikt fyndi himnana opnast yfir höfði sér, en ofurlítillar glufu gætti. Hann stóð ekki uppi einmana á jarðríki, var ekki með öllu yfirgefin, ekki með öllu. Þarna stóð þrenningin og Benedikt leiddi umhverfið augum og átti þarna heima. Svart rökkur seig yfir fjallasveitina dagurinn fjaraði út og tungsljósið gerði hóflega varp við sig að baki skýja sem voru eins og klökuð fjöll á reki. Klökuð fjöll fullt eins raunveruleg ásýndum og fölnandi fjallalengjurnar úti við sjóndeildarbauginn, fanngráar og vart greinanlegar. Sveitin sýndist flatari en ella á slíku kvöldi, vatnið ísilagt og ísinn snæfi þakinn og í miðdepli þessarar einstöku ísveraldar sem var í þann veginn að renna saman við náttmyrkrið sem hluti af hinn rökkvaða aftni stóð þarna mennskur maður. Hálfgildingshjú, hálfgildingshúsmaður, stóð þarna ásamt nánustu vinum sínum, sauð og hundi og þessi veröld hans og þeirra hér á hann heima. Á heima sem snarþáttur af hverju því hann fær náð til og skynjað með hendi sín og hugboði. Þessi veröld hans. Fullt meðvitað það honum ekki, en grunurinn að ekki sagt vissan leynist innan með hann. Hann sér þess ekki einu sinni meðvitandi að hann hafi staðnæmst og nyti útsýnarinnar, vanur að leggja upp frá botni löngu fyrir dag og vera kominn upp á heiði áður en sauðljóst varði. Sem hann stóð þarna gætti nokkurs tómleika innra með honum, saknaðar sem hvorki var hægt að ákvarða né útskýra, kynlegrar sogandi heimþrár. En hvort það var af því að hann var að yfirgefa byrðina eða af því að í hvert skipti hann skildi við hana yfirþyrmdi hann svo tilhugsun að innan stundar ætti fyrir honum að liggja að skilja við hana fyrir fullt og allt, það vissi Benedikt ekki. Því að maðurinn heimakær og tengdur eignum og umhverfi, sjálfskan eltir hann á röndum út yfir gröf og dauða, kvíðir því að missa lífið. Þetta raunverulegasta af öllu raunverulegu, þetta fallvaltasta af öllu fallvöldu, þetta óendanlegasta af öllu óendanlegu. Kvíðir því að það gangi sér úr greipum. Kvíðir einverunni sem skilyrðið fyrir sjálfsveru hans, sem sjálfsveru hans. Kvíðir því að standa uppi án meðbræðra í kringum sig og ef til vill gleymdur af Guði. Ofurlítið bót í máli að verði allt með felldu verður hann jarðaður hérna, auðnast tryggt hæli í heimamoldu til eilíðarnóns. Og hinum megin frá væntir maður þess að hafa í tómstundum útsýni yfir sveitina, annað væri vart hugsanlegt. Og þegar hér komið getur Benedikt ekki aðeins gert að hnusa að fá einum snjókornum í meðalagi ánægður, fá einum villuráfandi flygsum svífa hægt til jarðar,
en hafa að áliti hans ekkert hér að gera algjörlega ofaukið. Hann hefur til þessa ekki viljað við þeim líka. Ánægður með veðurútlitið hann engan veginn. Satt að segja mátti búast við breytingu og ekki til batnaðar. Benedikt þefaði í öllum mánans og jú, það var mugga framundan, ef ekki annað verra. En það eitill með fádæmum ólundarlegur og sá vissi nú sínu viti. Leo einn hlakkaði af hundslegu áhyggjuleysi, hringaði rófuna, gerði sig heimakominn, naut tilverunar. Það lá við að Benedikt reyni í skap að sjá til hans, sagði dæmalausa páfagauks. En svo áttaði hann sig, tók vinalega í eyrað á honum, kjánindin. Hins vegar tókst honum ekki að hrista af sér slenið, hvorki himinn né jörð hugnuðust honum sem hann stóð þarna í dvínandi dagsbirtunni og gat ekki lengur sefað sig með því að vaða kafaldið og sækja á brattan. Hann rof veðurglöggur til að geta með öllu bælt váboðan í brjósti sér. Hefði hann átt að sitja heima? Hann fann til þyngdar malpokans, lagði hann frá sér á hestasteinin, sneri sér að bæjardyrunum. En hann þurfti ekki að kveðja dyra, þess minntist það ekki að hafa þurft í botni, að minnstakosti ekki á aðventusunnudaginn. Bæjardyrahurðin opnaðist og það var Sigríður sem kom út á hlaðið, húsmóðurinn. Sæl og blessuð, sagði Benedikt og höndin á honum köld og beinaber laugst sem snöggvast innivarma fingur hennar. Blessaður og velkominn, ansaði húsfreyja, en skotraði leið sjónum til skýjabólstranna bráðláttu og breytti tón, bætti við í uppgerðar gamni. Við vorum nú annars hálft í hvoru farin að vona að þú kemur ekki. Það ekki því að heilsa, gengdi Benedikt henni. Þið ætlið þú vonandi ekki að úthýsa mér. Þetta átti einnig að vera í gamni sagt, en rómurinn kom upp hann, afhjúpaði það sem hún var ætlað að dylja. Til þess að bæta og því tók hann að skafa snjóinn af fótum sér. Leo hafði notað tækifærið til að heilsa upp á húsmóðurina, minntist annarra gistináttar hér í botni og var nú farin að skeggræða hundafréttir við heimarakana. Húsfreyja gekk til eitils og klóraði hún bak við eyrað. Hann lét sér það linda en tók því fálega og því brosti hún að. Ég minnist þess varla að hafa séð liggja vel á honum eitliðinum, en svo fúla nú í dag hef ég sjaldan séð hann. Benedikt tautaði fyrir munni sér eitthvað sem ekki var greitt. Það veðrið? Spurði Sigríður, og eitthvað í fasi hennar reiði bága við glaðværð raddarinnar. Benedikt stóð álútur, skóf af sér snjóinn, svaraði fáu til, aðeins seinustu orðin heyranleg. Hann nefnilega einn af stóru spámunum. Það ber hann utan á sér, íþætti konan á bænum. Nei, svo að skilja, andaði Benedikt og tók upp þykkjuna fyrir forystusauðinn. Hann það í reynd, alls ekki í eigin ímyndun, ef það það sem átti við. Í þeim svifum kom Pétur að í hægðum sínum, húsbóndinn, örlítið seinni en kona hans eins og venjan var á sunnudaginn fyrstan í aðventu í botni. Og hæla honum elsti sonurinn Benedikt. Að baki honum gæðist fram hópur af börnum á ýmsum aldri, en var stukkað inn aftur formálalaust, skipaði að gera svo vel og halda sér innandyra í öðrum eins næringi. Benedikt kæmi áður en langt liði. Benedikt heilsaði þeim feðgum með handabandi, leit í augu þeirra leið. Það gerðist með sérstökum hætti, þannig heilsaði hann ekki öðrum mönnum. Sonurinn einkavinur hans, eftir sá eini. Hvernig á því gat staðið að hann hét Benedikt vissi enginn. Það nafn var nýtt bæði í ætt Péturs og Sigríðar. Eigi heldur var það algengt í þessum landshluta. Héraðsslóðir voru þeir einir það. Þú munt fyrst af öllu vilja koma eitli í húsaskjól, sagði húsbóndinn, stóð við hliðina á sauðnum allt í legur í bragði, en sauðfróður og nærgætinn, hlýfur honum við að þugla þótt hann dauðlangi til þess. Og hvernig það ef ég man rétt á þykkurabólki vottum fullt nema þú framreiðir það eigin hendi? Það nú full mikið sagt, ansaði Benedikt eitli sínum til afsökunar, en hann kann sig vel að fjórfætlingi að vera, hlédrægur og hefur auðvitað sínar kenjar. Komdu eitill minn. Húsfreyja var horfin inn í bæinn að sinna matselt og öðru fyrir áhræfði gestkomuna. Út dyrnar lagði ilm af nýsoðnu hangikjöti, kaffi og pönnukökum. Karlmennirnir þrír fóru sér að engu óðslega.
Með sauðinn í bandi róluðu þeir í hægðum sínum í áttir fjárhús þess, þar sem gestarúm var búið eitt hlið á ári hverju og séð svo að hann gat haft vatn, jötu og króarými út af fyrir sig, án þess að verða fyrir troðningi og þurfa að keppa við dáðminni náunga og njóta þó hæfilegs félagsskapar. Vatnið hafði verið borið inn í tæka tíð til að taka af því kulið. Nú var jatan fyllt nýlosaðri grænni töðu. Eitill dýfði snoddunni hæversklega, svalaði þorstanum. Að svo búnu tók hann með gát til matar síns að góðheginu. Pétur leit á hann og af honum á Benedikt. Ykkur finnst veðrið vel fallið til fjallaferða einhver félagunum? Spurðu Eitill, vék Benedikt sér undan svarinu. Sjálfur hef ég ekki meir en mannsvit. Mannsvit dugir flestum sé aðgætni höfð, áreiti bóndi, hafði sennilega þegar spurt Eitill og var ekki í vafa svarið, spurningin í meira til málamynda. Þar með féll það hjal niður. Þeir lokuðu dyrunum vandlega, sáu að ekki geti fennt inn milli stafs og hurðar, gengu í makindum heim og leið í flöktandi tungsljósi sem varla var hægt að kalla ljós, var á mörkum þess að mega heita myrkur. Kaldir vindsveipir blöktu með kynlegum hraða og ógnan umhverfist á utan á dulardimri nóttu. Menn á gangi í myrkri hverfa furðanlega hver öðrum og þó sú einmannakenndi fyrsta nota frábrugðin einveru manns á fötum uppi. Hérna niðri í byggðinni hún ekki alger. Maður heyrir aðrar raddir en sína eigin, verður áskynja andardráttar í námunda, hinn hýldjúpa tónleik utan úr geimnum og neðan úr grunni grjótsins leggur ekki sem ís kulda hossverðunar. Logandi kerti beið þeirra í bæjardyrunum. Ljós sem logar yfir engu nema sjálfu sér næstum því eins og einmana manneskja. Efasjúk sál til einskis gagnleg en breytist átakanlega leið og einhver kemur á vettvang. Þegar mennirnir þrír gengu í bæinn var ljósið á tólgakertinu allt annað. Hafði fengið starf að stunda, hlutverk að rækja. Benedikt þreif mal sinn af hestasteininum og hengdi hann á uppru í bæjardyrunum. Tróðfullur heipoki stóð þar tilbúinn, hallaðist upp á stóð út í horni. Benedikt tók upp tuggu, hnusaði af henni, lyfti settnum lítið eitt, varð á orði. Þið hafið hugsað meira kviðinn á eitli en mitt bogna lúna bak þegar þið tróðuð í hann þennan. Bóndi hló við, í þetta gestinum ekki, tók kertiskarið tveim fingrum leið og þeir gengu hjá. Kertaljósið sýnt líknu með því að láta það ekki eyðast til einskis gagns. Þá heldur vekja það á ný til þjónandi lífs ef á þarf að halda. Auk þess hefur það sparnað í för með sér. Þeir gengu til baðstofu og heitu það við konuna á barnahópinn. Fyrir þann Benedikt sem var aðkomandi á heimilinu var settur fram matur á borðvæng undir stafnglugganum, hangikjöt rjúkandi upp úr pottinum, rófnajafningur, holl og bragðgóð fæða í kuldatíð, hreinasti jólamatur. Maður skyldi ætla að ég var á leið út í eyðimörkina, spurði Benedikt, leit ekki á öræfin sem neitt ógnaland, var á leið þangað í 27. skiptið. Hann lét þess ekki getið, nefndi ekki með einu orði að þetta væri minningarár, merkisár á sína vísu. En viðkvæðinu skaut upp innra með honum þegar minnst varði, 27. sinn. Og jæja, þegar þú ferð frá botni þessa leiðina vill verða á því þó nokkur töf að þú bragðir nýsoðinn mat, sagði húsfreyja og var áfram að hann borðaði lissína. Byrjuðu þið almennilega upp, bættum við. Það hefði verið séð fyrir Leo. Leo leit upp úr baðstofuhorninu þar sem hann hafði hringað sig ekki óáþekkur kufungi, svart flekkóttur seppi með gulum blettum þegar nafnið hans var nefnt og dillaði rófunni vinalega framan í þessar stóru verur sem mundu eftir honum þótt hann svæfi og kunni að meta hann. Hringaði sig aftur í skyndi og sofnaði, notaði næðið og meðan það gafst. Gesti og heimamönnum verður skrafdrugt stundarkorn, þá allt í einu barið að dyrum, 3 högg og þá sennilega næturgestur, enda þótt öllum í nágrenninu sé fullkunnugt að í botni eru aðrir gestir en Benedikt miður vel séðir fyrsta sunnudaginn í aðventu.
enda sátu þau orðlaus andartak, litu hvert á annað. Þá stóð Benedikt yngri á fætur og gekk fram að opna. Það muni vera þeir frá Grímsdal hyggjast sæta færi að verða til samferða að sæluhúsinu. Þeir hafa ennþá ekki smalað sauðunum sínum heim frá Engjabotninum út með henni Jökulsá, gat Pétur sig til og gekk fram á hæla sinninu. Mér nú nær að halda eitthvað fleira vaki fyrir þeim en að fá að fylgjast með þér upp á sæluhúsinu. Þá ég illa svikin, en þeir ætlast ekki til að þú hjálpir þeim að smala, þú og Leó og Eitill, sagði húsfreyja sárgröm. Var illa við að menn var að tróða sér inn á fólk, sníkja sér út krafta og góðvild annarra. Hvers vegna gátu þeir ekki látið Benedikt í friði, lofa honum að rækja eigin erindi á þess að verða fyrir töfum. En þú heldur nú bara þínar eigin götur og sem að ljúka því af sem fyrir þér vakir og meðan þú enn átt matarbita í tínunni. Því verður þú að lofa mér, hélt hún áfram og bætti hangkjöti og róknarstöppu á diskinn hans. Þetta hafði verið honum ætlað. Hinir yrðu að láta sér nægja þar sem umfram kynni að vera í búinu. En hversu nauðugt sem var Benedikt að neita nokkrum manni neitt og síst af öllum Sigríði í botni, þessu treysti hann sér ekki til að heita henni. Hann þekkti sjálfan sig of vel til þess. Svo hann þagði við undir hljóði, hélt áfram að maula hátíðarmatinn. Séu þeir orðnir of seinir fyrir verða þeir að hafa það eins og hvert annað hundspitt, hélt húsmóðurinn í hættina. Var þú að Sólunda tíma í að hjálpa þeim að smala og voru þeir dagar með þér að engu. Sólunda, ansaði Benedikt og dró segjum. Að þau ræða óþægilega en óhjákvæmileg atvik var honum ekki að skapa. Þurfi einhver að ná fér sínu saman á hættu stund. Og séu þeir Leó og Eitill og hann sjálfur tiltækir og alls óvist að það sé hægt án þeirra að vera, verða þeir vita skuld að hjálpa hverjum og einum sem í nauðum staddur. Eigi að síður varpa nöndur. Ófyrir séð að tálmannir eru aldrei neitt fegin smál, en það sem verður að vera vilju skal hver bera. Ekki mun það drýja næstiðið, trúðu mig til, myndi Sigríður hann á. Kannaðist við tregðuna og þráan í honum og að honum aldrei varð hnikað þegar til þess kom að láta skynseminu ráða og hlífa sjálfum sér. Ætli ég sé ekki sæmilega byrgur, ansaði Benedikt borginmannlega. Þú ert þverhaus og annað ekki, sagði Sigríður. En nú voru hinir gestirnir á leiðinni í gönginu og sagt var orðið þá voru þeir Hákon í Grímsdal og báðir vinnumenn hans. Þeim virtist ekki koma alveg á óvart að hitta Benedikt fyrir. Sögðu eitthvað í þá áttina að ó já, það þetta leiti, þú ert vanur að fara inn eftir og leita strempugamlu lúsa. Maður ætti svo sem að muna það, þetta er orðin eina af stórhátíðunum, það að segja þetta í botni og fyrir strempugamlu, sem því annars ekki vön að henni sé tróðið tær að vetralagi. Strempunafnið hefði afréttin inni á milli jökuldragana þóttið af gangnamönnum, þótti örðugsmöluð og var illa þokkuð. Það mun vera veðurblíðan sem hefur freistað ykkar hinna til að leggja upp einmitt í dag, sagði Sigríður meinlega. Nei, heyrið hvað syngur í húsfreyju, sagði Hákon í Grímsdal og hló við. Freistað fullmikið sagt, nauðbeygt myndi vera nærsanni. Sá sem á fé á fjallabeit og komið langt fram á haust getur ekki verið allt of hlutvandur eða nærgætinn við náungan. Auk þess getur við létt oflítið undir með honum Benedikt okkar inn eftir á morgun. Hann mun hafa pakka að bera og burðarþol okkar ærið, ekki satt, pilda mínir. Við erum ekki rökkvísar. Annars býst ég frekar við að við fáum leyfi upp eftir hlíðunum og það svo munar. Það ekki ósennilega til getið í þetta Benedikt hólega. Og jæja, vont veður betra með en móti, ekki síst á fjallarhæðina. Í samfylgd með þér, Leó og Eitli, hann sagði ekki þrenningunni en auðheyrt að hann hafði orðið í huga, ætti það ekki að vera borin vona við röstum á sæluhúsið og björgum líftórinni, spaugaði Hákon. Hitt svona mál hvernig við fáum bjargað beitarfénu. Ykkur bara vera búnir að sækja sauðina fyrir viku og vel það, skaut Benedikt inn áherslu lítið og ekki í neinum ásökunartón, létist aðeins getið. Eitt að manni beri, annað hvað hann gerir, bensisæll, kumraði Hákoni.
Æ, já, allt ekki það. Eitt ber annað ger. Benedikt syndi honum ekki, laði við hlustir. Misheyrist mér. En það var ekki svo vel. Fárviðrið buldi þegar á frosnum þekjunum, slagviðri, öskrandi stórhríð, sem væri herskari af óbættum á þeysireið í náttmyrkrinu. Í baðstofu með torfþaki með koldimma grímu í kringum sig litið á veðrið sem lifandi verum þegar slíkar hamfarir heyrast. Veturinn, óskapnaður að vísu en bráðlifandi, trylltur af fjöri, svo viðjaðrar, æst og æði, komin heim til sín aftur og ekki að villast að hérna kann hann við sig. Eitli hafði ekki brugðist bogalistin. Hann hafði að venju vitað hvað var í vændum var. Benedikt stóð á fætur, snöggur upp á lagið, mála þar í háttinn. Eftirlegu kindurnar á öræfum uppi, nú myndi þær áræðanlega fenna í kaf, sveipast snæfeldi vetrarins áður en hún tækist að finna þær og færa til byggða. Það er sjálfsögðu út í hött að vona að þær hafi vita á að halda sig á hæðum og hágöngum og ólíklegt að veðurofsinn leyfi það. En þegar hamfarirnar eru í algleymingi og himinn og jörð renna saman í eitt, það eini björgunarmöguleikinn. Annars verið til að þær króknuðu ef þær leituðu upp á hæðir og hóla. En núna var eina ráðið að halla sér og vona að manni rynni í brjóst eða að minnstakosti leggjast fyrir og losna við skraf skilítilla manna. Enginn skyldi áhyggjum við annan deila, hver og einn á nóg með eigin armæði. Að lokum var sofið í litlu baðstofunni á bænum upp undir heiðardögunum, það bar ekki á öðru. En úti fyrir geisaði stormurinn í alveldi sínu og eyðileggingar fögnuði, geisuðu ótaldir stormar út víða veröld, gerðust furðulegir og fáránlegir hlutir. Því þetta hérna var aðeins afkimi kringlu heims. Hér var það í raunréttri ekki nema himinninn sem fór hamförum, svo friðsamlegt var hérna í vatnsbyggðinni. Og annars uxuðu skófi og mosi á steinum og trökk fjörð, það líf sem fyrir skikkan skaparans breytir grjótinu í gróðurmót á ótörulegra aldaskeiði. Grjótinu sem gígarnir hafa spúið úr sér, breytir eldinum og iðrum jarðar í grósku og grænku sem döggfellur á náttleysuna og hrím á haustnóttum. Það er manninum hollt að geta hallað sér og látið sér líða í brjóst endrum og eins. En það var eins og Hákon í Grímsdal kom orðum að því morgunin eftir, sunnudagsæði og mánudagsmæði. Annað og vitlegra var varla sagt þann mánudag sem í hönd fór. Í botni voru það börnin ein sem fögnuðu honum, voru í 7. himni, þar Benedikt var nauðugur einn kostur að setjast kyrrt. Hann tók með stillingu, var hann aftilegasti, skipti deginum milli eitils og ungviðisins. Væri hann ekki úti að líta eftir forystusöðnum, slíkt kostaði ærin undirbúningu umstand í öðru eins veðri, sat hann í miðjum krakkahópnum og teldi dýr, teldi fugla, skar upp mannamyndir, bjó til amboð og spýtnarusli, teldi skip með rá og reiða, stýri og skutkænu og á meðan sagði hann þeim sögur, rakti munnmæli, allt sérstaklega vel þegið. Hákon og piltar hans styttu sér stundir með spilamennsku, hrestu sig upp öðru hverju með brennivínslögg, hvorttveggja hjartastyrkjandi og sálarheilsu bætandi, staðhæfði Hákon. Þeir mættu hafa það eftir sér, hjartastyrkjandi og sálarheilsu bætandi. Hjartað var sem sé ekki laust við áhyggjur vegna sauðanna í Jökulsárbornum. Engar óbærilegar áhyggjur að vísu, vegir örlaganna sem kunnugt órannsakanlegir, en heppnin svíkur sjaldan þar sem hún heimavön, það þrautreint. Inn á milli leit hann í blöðin og fannst mikið til fréttirnar. Í útlandinu það svei mér fólk en ekki fé sem króknar og kulda sálast og hreinur niður í hrönnum og hungri og vesaldómi, svo öfugsnúin tilveran hinum megin við regin hafið. Það væri sannarlega verkefni fyrir bensa, og þetta með hungrið og vesaldómin gerist meira að segja hásumarið í glaða sólskini. Maður skyldi ætla að það væri hauga lygi, en hér stendur það svart á hvítu og ekki það að villast. Ég að segja eins og mér býr í brjósti, þá marg lofa ég skaparann fyrir hana strempu gömlu og sveitin okkar. Og mýmörgum sinnum fleira fólk en byggir alla Ísafoldu
að eyjum og útskerjum meðtöldum gengur atvinnulaust úti í stórlöndunum og drattast með hendur á bólakafi í vel rifnum vösum og hefst ekki af. Annars finnst mér það nú ekki sem verst, hafi maður í sig og á, það gæti víst fleiri þegið. Hvað segið þið, piltar mínir? Og ekki svo vel að þetta séu tómar lygisögur. Blöðin eru rándýr en engum tjóar að segja að þau margborgi sig ekki, engum ef maður les þau ókeypis. En ekki dugir að leggjast í leti og ómennsku og útlend atvinnuleysi. Hingað með ykkur heitirnar, við förum í nokkra hringi. Ertu alltaf jafn ófáanlegur til að vera fjórði maður, Bensinni? Jæja, þá spilum við áfram 3 við blind. 3 við blind. Því spili hafði Benedikt kynnst í þó nokkur ár, en ekki við fremur valt vængjaborð með mislit spjöld milli fingrana. Þannig leið dagurinn sá. Á þriðjudagsmorgun var Benedikt snemma á fótum. Sveljandinn var samur við sig, hressilegur og harðsnúinn, það vantaði ekki. En eitthvað hafði veðrið tíkið niður, alveg jafn glórulaust og í gær var það ekki. Auk þess var maður farin að venjast því. Benedikt stóð þarna í náttmyrkrinu og sneri vöngum sem enn voru varmir eftir svefnin í kófáttina, fyrst öðrum þá hinn. Úrkoma var þetta ekki lengur, ekki ofanfall, aðeins skafrenningur sem gat að vísu verið nógu erfiður viðureignar, en ekki óhugsandi að hann kynni að lægja þegar liði á daginn. Þá væri gott að vera komin af stað og hafa þann spottan að baki. Benedikt fylgdi sér inn, vakti frá Grímsdælinga, hvaðst þeir á förum, ætluðu þeir að vera samferða. Ertu frá þér, maður? Hrópaði Hákon og vatt sér fram úr rúminu, lagði hlustir við veðrinu, hnusaði af því, kjamsaði á því. Ertu með öllum mjalla? Benedikt virti hann ekki svars, bjóð sig sem óvast. Hvort Hákon slægist í förina eða ekki, það yrði hann að eiga við sjálfan sig. Tekur þú á þig ábyrgðina? Spurði Grímsdalsbóndi. Á eitli og sjálfur mér ætli það ekki, ansaði Benedikt. Sjaldan flas til fagnaðar, hreytti Hákon úr sér en bjóð sig, tautaði ófögur orð, hækkaði röddina. En þó þú afsegir að taka ábyrgð á okkur hinum þá þykkur væntanlega piltandi mínir losið við heybókar. Jæja, þá Pétur minn og Sigríður, bestu þakkir fyrir mig og mína og við skulum vona að við snúum lifandi heim. Afturgöngur okkar kynnu að verða ykkur ennþá óvelkomnari. Gleymið ekki spilastofnum, piltandi mínir. Benedikt dró út úr poka sínum dálítinn bleðið, breiddi hann yfir hrygginn á eitli að snjókleprar skyldu ekki setjast í ullina og þyngja honum gönguna. Grímsdalsbóndinn innti hann eftir hvort hann hefði ekki líka hökul handa páfanum. Benedikt lét blaður hans sem vindu meirum þjóta, brá snærinu hornin á eitli. Komdu, kunningi. Eitill var tregur og dró ekki dul á það og Hákon fór að sínu leyti ekki í lundkofa með að hann teldi skepnuna skara fram úr eigandanum vitsmunni. En hér var það Benedikt sem réð ferðinni og nú var lagt af stað. Þegar Eitill skynjaði að hér var alvara á ferðum og aðvaranir hans að vettugi virtar sýndi hann engan mótróa lengur. Óðar en hún fann til snærisins hornin, greikkaði hann sporið, hljóp upp á hliðið Benedikt, gerði sér farum að sýna honum að það væri ekki af óþægð eða ótta að hann hefði verið þess ófús að leggja af stað. En mildur í skapi var hann ekki þessa morgunstund, Leó var vissara að gæta sín. Næði vindurinn taki á honum og þeytti honum utan í Eitill eða í veg fyrir hann, fékk Gutti að kenna á hvössu horni. En Leó lét hvorki angrast né espast, var í því sem öðru mesti myndar páfi. Datt ekki í hug að glefsa á móti, var á fullu ljóst hvað í húfi var. Hinir áttu til að villast af leið í fannferginu, en hann rataði götuna frá. Mennirnir 4 sem þannig voru á ferli höfðu skafrenningsbilin að heita mátti beint í bakið sem betur fór, því þegar þeir voru komnir heilu og höldnu á Brekkubrún og öldótt hásléttan tók við, létti það þeim gönguna. Snjórinn hér efra var saman barinn og víðast mannheldur, en klaufirnar á eitli skruppu í sífellu niður úr. Ferðalangarnir höfðu flöskur af heitu kaffi með sér heiman frá botni. Nú námu þeir staðar og fengu sér volgan sopa í skjóli af grætistaki.
Myrkrið hafði fjarað út úr veröldinni á meðan þeir pældu upp brattan. Nú var það aðalega snækófið sem byrði útsýn yfir landslagið og það svo gersamlega að engu var líkara en þeir paufuðust alltaf á sama stað. En ekki dugði að gefa frá sér. Fylgir fótur fæti og sér stefnt í rétta átt miðarmönnum alkennt framávið. Og öðru hvoru báru þeir kennsl á malarkamp, stein eða skorning sem sannfærði þá að þá hafði ekki borið á leið. Og smám saman dró úr veðurófsanum, þeir fóru að sjá móta fyrir nálægum heiðardrögum, þá næstu fjöllum, að vísu ógreinilega, foksnærin undir hinum lágu hangandi ullarskýjum slæfði allar markalínur, en foldinn var þó í þann veginn að fá á sig einhverja lögum, tók að minna á sína venjulegu mynd. Þetta gengur nú þessir menn þennan skamma dag ásamt hundum sínum og forystusönnum þrömmuðu í áttina þynndarlaust. Meðan því fór fram hafði nóttin horfið þeim í vestri, nú nálgaðist önnur þá úr austri. Dagurinn ekki lengri en svo að þeir gengu hann af sér þarna á fjallastóðum. Hann var kominn og farinn áður varði, horfindi. Önnur nótt luktist þá, en þeir héldu áfram eins og ekkert væri. Mörg orð fóru ekki á milli þeirra, stinningskaldi studdi enn við bakið, en þeir styttu sér stundir með því að raula fyrir munni sér, áttu í fórum sínum eins og hluta af nestinum, vísur og erindi og rímum, sálmum og kviðningum sem léttu þeim gönguna, breyttu brag eftir því sem skapið, viðhorfið og veðrið hagaði sér. Benedikt hafði böglað saman hendingu sem hann átti einn og sjálfur. Stormur snjór og heiði há, herðir kálfa og mikil tá, sáu skjól sér ávallt á, aldrei lífið fær að sjá. Heima gerð staka, þægilega raula fyrir munni sér þegar gola feykir orðunum á glæ. Engin ástæða til að láta hana fara fleiri á milli og raunar engin hætta á að neinn hinna hleri hana úr munni hans. Það fáu tilraunir sem þeir hefðu gert að skiptast á orðum hefðu þeir eins vel geta látið ófreistað. Vindurinn hrifsaði orðin af vörum þeirra og reif þau í tætlur. Þyrlaði þeim út fyrir börð og móa, götóttum eftir einn skörpu skeyti fóksnæðarins. Hákon tók að verða kuldans var, bauð upp á brennivínsstál, fékk sér vænan sopa, reyndi að auka áhrifin með henni alkunnu draugavísu, helltu út úr einum kút ofan í gröf mér búna, beinin mín í brennivín bráðlega langar núna. Og nú var nóttin alkomin aftur, nótt með sparlegum tungskinsblikum að baki sundur tættra skýja, göngumennirnir aðeins skuggar í dimmunni og snæ auðninni. Skyldi Benedikt hafa hugmynd hvert þeir voru að fara. Og jú, ætli hann færi ekki nær það, hugguðu hinir sig við. Innra með þeim bærði á sér einmuna traust á Bensa, Eitli og Leo, þrenningunni, eins og þeim var tamast að kalla þá sín í milli, en það eina vonar glætan sem þeir gáttu ekki. Ó já, líklega best að spara sér allar spurningar, þramma áfram í áttina, þramma og þramma. Far með gætni, far með ró, flýtir hægt en örugt þó, eftir nóttir í sólin sæl, sefar ótta og holta væl. Þeir fóru sér með gætni, flýttu sér hægt. Það kemur að sjálfu sér eftir 18 stunda göngu. Þau harla lítinn beig af útburðum og afturgöngum, en þetta var meiri þæfingurinn. Samt mjöguðust þeir í áttina og gægist þá ekki óforvarandis, örlítil þústa upp úr myrkurkólinu, timburstafs nefna, teygir sig upp úr fönninni, gluggalaus og því fáránlega blind, úrvinda og umkomulaus. Sokkin á bóla kafi í þunglindi sínu og huggunarskorti, en sennilega samföst kofanum þótt hann væri horfinn sínum. Þeir höfðu þó eftir allt saman rampað á sæluhúsið, að heitanótti rekið sig á það. Það var ekki ofsögum sagt að Bensa, þessum galdra manni og meistara, mannleg líti yrðu vart á fundin, en aftur á móti tvö heldur en ekki ómennskuleg líti. Ófáanlegur til að fara í slag eða bregðast út að munni. En hvar í ósköpunum voru dyrnar, því nú var hér dyr að þörf. Benedikt mundaði broddstafinn mikla, það
Það kom sér vel að hann var í lögun líkastur reku. Það tók ekki langa stund að moka frá hurðinni, snjórinn þéttur og auðvelt að stinga hann í hnausaranda harðviðrinu að skulla á brott. Og hér voru þeir nú komnir í húsaskjól, tröppur ofan að dyrunum og gangnefna. Þeir opnuðu hurðina og fóru inn, kveiktu á kerti, áðurvarði snarkaði í kolaeldi í stóarkrílinu forláta hitakjafa. Benedikt lét að vera sitt fyrsta að hygla eitli, skrapp út eftir vatni, kofanum hafði verið valinn staður við uppsprettulind sem aldrei lagði, tók þegar hann kom inn aftur og á meðan Egill bragðaði á vatninu heit upp úr pokanum, hristi hana vel, hreinsaði eftir því sem und var snjó og klaka og klaufunum á Egli var feiti á þær og upp eftir fótleggjunum. Nú ætti þeir að verða borgir blessaður kallinn. Kofinn var hólfaður í tvennt, hesthús og vistarverur með rúmstæði, hallarígildi eins og hér stóð á. Þegar Benedikt hafði annast Eitil kom hann inn til hinna. Á þessari stundu, þegar einveran beið hans á næsta leiti, fann hann fyrir því að maður er manns gaman, enda þótt sumir eigi til að vera óþarflega kjaftforir. Angan af kaffi blaði herbergiskitruna. Benedikt fann autt sæti við eldstóna, hengdi föt sín til þerris, tók að losa klakaströngla úr hári og skeggi. Sagði, aldrei fór það svo að við sætum ekki hér í kvöld. Já, þú ert gimsteinn og gersemi, Benjamin blessaður, sagði Hákon án allra smásnýfni. Að þú sért bjargvættur okkar þriggja fer ekki milli mála. Þú ættir að fá heiðurspening til að státa með í kirkju og mannamótum og væna fúlgu frá útlandinu í ofanálag. Ég og piltarnir mínir eigum þeir lífið að launa. En hvað er lifandi búand karl án kindana sinna? Beiningamaður, annað ekki. Töfraorð það er framkallamætti gullpenning á brjóstið og björgunarlaun í vasan myndi visna á tungu hans þar sem hann er ómerkur vesalingur ræfilstuskan. Og Grímsdalssauðina er það að segja að Guð einn veit hvað þeir eru niðurkomnir, svo fremur þeir enn standi fótum og storð. Best geti ég trúa því að þá hefði hrakið undan vindi í Bannsenda Jökulsánna, eða fennt í kaf og kafnað, og hér sitjum við og kýlum vömm. Og jæja, farðu að kóla. Best að gera kaffinu skil á meðan það er volt. Enginn veit hvað ókominn dagur ber í skauti sínu. Á hinn bóginn kemur sjaldan neitt svo grábolfað fyrir að ekki sé unnt að hugsa sér annað verra. Þeir fylltu krúsirnar og komu sér fyrir eftir föngum. Og nú tók Benedikt einnig að gera næsti sínu skil og skóla munnbitunum niður með brennheitu kaffi. Það yljaði niður í tær og fram á fingurgóma. Þeir gátu ekki á sér setið að taka lagið, ríðum og rekum yfir sandinn. Æjá, hefði maður á leiðinni hingað haft byggju milli fótanna, væri þeir sennilega ekki út af eins styrðir, en á hinn bóginn ekkert líklegra en að maður hefði orðið til í einhverjum skaflinum. Og raunar var það svefn en ekki söngur sem þeir þörfnuðust mest. Þegar í öðru erindinu setti að þeim geispa. Þess var það ekki langt að bíða að þeir legðust fyrir og sofnuðu. Þarna lágu þeir endilangir, 4 sofendur í fjallakofa á kafi í snjó, dauðþreyttir, allir 4, andardráttur þeirra hvers og eins breyttist annað veifið í hrotur, misjafnar af styrkleika, álíka og veðrið sem þeir nýverið höfðu lagt að baki. Einnig hundarnir hrutu og jafnvel frá forystusönnum blönduðust svefnhljóð hrotunum. Og meðan þessu fór fram voru hátt uppi yfir þakinu og bak við skýjabólstrana stjörnumerki á ferli, mældu út nótt og nýtan dag einnig fyrir þennan afkima á jarðkringlunni og þær mannverur og aðrar sváfu sínum doðasvefni í fjallakofa undir fönn, luku nóttinni á tilsettum tíma, létu nýjan dag renna. Þarna var hann kominn. Og leið mála vakna og taka á mótunum. Enda vöknuðu þeir, einhver líkar en að eitthvað kallaði á þá, styrðir og lerkaðir, teygðu þeir úr sér svo að líf færðist í þreytta limina, fannst þeir vera nýsofnaðir en úti var skíma sem boðaði afturrætingu. Það bar ekki öðru yfir með ketilinn. Svo sem við vorum að búast var það engin hægðarleikur að finna sauðina frá Grímsdal og ná þeim saman. Hvassviðrið hefði hrakið þá sitt á hvað. Umfram allt reið á að leika þá uppi og þegar þeir voru fundnir var ófærðin að
etja og skammdegið sagði til sín. Þegar líður að vetrarsólhvörfum gerast dagarnir stuttir. Hefði Eitill ekki verið til að hafa forystuna fyrir hinum dreifðu smáhópum og að því búnu ríða á vaðið á leiðinni að sæluhúsinu, Eitill sem veður áfram þangað til hann situr fastur í fönninni svo losar öllu frá og tróða slóð fyrir hann á berangur og sem stöðugt miðlar öðrum af kjarki sínum og kröftum. Já, hvernig hefði þá farið? Hvað hefði þeir átt til bragðs að taka? En það játar Hákon fúslega yfirburði forystusauðsins. Sparar honum ekki lofið, né heldur fer Leó á mis við hrósirinn hans. Leó sem svo flúrin að rekja gömul spor og þefa upp í felustæði fjársins þar sem fennt hefur yfir það í skurðum og dældum. Gæti Benedikt hugsað sér að selja honum gutta? Það gat Benedikt ekki. Ó nei, annan eins páfa fer vist enginn að draga á markaðstorg. Og kvöldin unna menn sér í kofanum og finnst það eitt á vanta að Benedikt skuli engan þátt taka í skemmtum þeirra. Honum það blá alvaran að afsegja að vera fjórðumaður. Það var hörmulegt. En þá spilum við þrír blind. Þannig liðu 3 dagar. Storminn hafði lægt, komnar stillur og mild viðri eftir því sem við var að búast, við lengi sem það endist. Loksins á föstudag laust fyrir hádegi gat Grímsdalsbóndinn lagt af stað heimleiðis með sauðahjörðina sína, haldið norðurbúinn til byggða, sauðirnir vísir, allir með tölu og í góðum holdum. Benedikt lét sig ekki muna að hjálpa að stugga rekstrinum upp heiðardrauginn sem hallaði niður að ánni. Það þakkaði fyrir aðstoðina, þrívegis tekið í höndina á honum, nokkrum sinnum kinkaði til hans kolli, fáinn kveðjuorð tóku. Svo búinu stóða þarna og skimaði stundarkorn eftir brottfarendum. Þá rólaði hann hægt og þunglamalega heim að sæluhúskofanum, lokaði hurðinni að baki sér, færði Eitli sem var allt dapur, vistir og vatn, klappaði Leó, laðist endilangur á bakið í aukt rúmstæðið með aðra höndina fram á bríkinni, gældi agnarögn við Leó félagann fágæta, veitti ekki af að hvíla lúin bein, átta sig, endurheimta hugblæ aðvendugöngunar. Sunnudagurinn sá var eitthvað svo órafjarri. Það vill viðbrenna að menn lifi lífinu á ólíkasta hátt. Sumir vaða ekki, öðrum þögnin tamari. Sumir verða að hafa aðra menn í nátt við sig eigi þeim að líða þolanlega. Öðrum finnst þeir ekki almennilega sjálfra sín nema í einveru, að minnsta kosti öðru hvoru. Beinlínis mannfælinn var Benedikt engan veginn, en á aðvendugöngum sínum hafði hann vanið sig á að forðast mannlegt förneyti. Það fékk honum leiða að hlusta á byggðaskraf liðlangan daginn inni milli fjallana. Það átti ekki heima hér. Alveg svona afleitt hafði það ekki verið á hans yngri árum, auðfundið að hann gerðist gamlaður. Hvar var friðurinn og hinn djúpa ró hann hafði notið á sunnudaginn var? Hvar öryggið, hughreysti? Gat verið að það væri ekki meir en 5 dagar síðan. Því nú hefði hann bráðum átt að vera komin heim aftur, ef allt hefði farið samkvæmt áætlun. Og hérna lá hann út slitinn eins og fatagarmarnir hans, tötramaður á líkama og sál. En það nú svona, árin líða og maður finnur fyrir þig. Hafði hann sofið? Var hann að dreyma eða var barið að dyrum? Hann hlaut víst að hafa sofið því frammi við dyrnar bók Leó sem trylltur væri og þarna var hvart dyra á ný, 3 högg með jöfnu millibili. Benedikt stökk á fætur, opnaði og var þar kominn unglingspiltur neðan úr sveitinni, nonni á fjalli. Ekki vænti ég að þú hefur orðið var við stóðið okkar, spurði hann. Benedikt hafði reyndar tekið eftir að það var hestatrað einhver neðan með ánni en líka annars staðar. Hrossin sjálf hafði hann ekki séð, þau voru að minnstakosti ekki á næstu grösum. Satt best að segja hafði hann ekki hugsað frekar út í þetta. Hafði ekki hugkvæmst að nokkur maður hefði trippinn sína útigangi hérna þetta leyti árs. Finnst húsbónda þínum að þú hafi verið aldur og reynslu til að vera einn á ferð hér efra í ófærð og vetrarveðri, piltur minn? Nonni á fjalli taldi að það sem öðrum væri ætlandi myndi sér einnig fært. Það kynni að standa heima, hugsaði Benedikt, en óharðnaður unglingur var hann eigi að síður.
og úr því fundum þeirra hafði borið saman, þá bar hann að vissu leyti ábyrgð á Nonna. Ef hann, Benedikt, héldi leiðar sinnar á morgunmálinu án þess að láta hann og trippinn hans í nokkru skipta og kæmi síðan til byggða eftir fáeina daga, en Nonni ókominn hefði orðið úti á Fjöllumyrkvi, hvað þá? Og eftir á að hyggja veitti eitlega gjaf að hvíla sig oflítið betur. Við sjáum hvað setur á morgunmálinu, sagði hann og hafði þegar kaffi á reiðum höndum handa piltinum. Heldur þú hafi tíma til að svipast dálítið með mér? Spurði ungi maðurinn blátt áfram, undirhyggja var honum ekki í lagi. Tíma og tíma ekki, ansaði Benedikt og kunni þessu vel að vissu leyti, en sveið á hinn bóginn undir niðri að pilturinn hafi ekki talið sér hjálp hans vísa. Laugardagurinn fór í að leita uppi trippinn. Það tókst með hörkubrögðum. Að morgni sunnudagsins gat Nonni lagt upp heimleiðis með þau og kveðjur frá Benedikt. Allir hljóta að sjá að þó að ég sé ekki komin lengra hefur vikunni ekki verið á glæ kastað, afsakaði hann sig með sjálfum sér. Og nú lá næst fyrir að nota daginn, halda áfram lengra inn eftir, þangað sem engir vegir eða götuslóðar liggja byggða í milli. En honum fannst hann hálfu limur í útlimunum, ekki sem best fyrir kallaður til stóræða. Þess var ekki að dyljast að þetta hafi verið erfið vika og þó leikur einn á móts við það sem framundan beið. Það var æði ankringislegt að setja sér fyrir sjónir að á þessum sama degi hafði hann stundum verið komin heim aftur, erfiðleikarnir garðgengnir, fleiri eða færri kind borgið og setið með þakkargerð og helgi í huga í litlu kirkjunni og hlustað á prestinn tala skerf ekkjunnar þegar tákn á sólu og tungli. Í tákn munu verða á sólu, tungli og stjörnum angist meðal þjóðana við dulur, hafs og brimgný eins og skrifað stendur. Svo var tíð að Benedikt sjálfur fann til angistar gagnvart dauðanum og jafnvel lífinu líka. Víst engu síður gagnvart lífinu, angistar og jú. En það var langt síðan. Óttinn sá liggur einnig falinn inni á milli fjalla. Nú oftast hljótt bæði innra með honum og umhverfis hann, steinhljótt, eins og annars hvergi nema í fjallasal. Þungt hugsandi raðaði Benedikt niður í kaufa sinn, þar sem allt gilti var að hrista af sér slenið, nota daginn til að komast spölkorn áleiðis. Í miðjum tíðum stóð hann á fætur, gekk út að gá til veðurs og hvað var nú þarna á ferð hinum megin árinnar? Hestar og menn, það bar ekki öðru. Hún hlaut að vera pósturinn að láta ferja sig yfir. En hvernig var þessu háttað? Hér var engin maður með hesta að taka á móti honum. Benedikt flýtti sér inn aftur, settur ketilinn, en pósturinn vildi ekki standa við, var með sleða og hjálparmann til að draga hann. Dagurinn stuttur bönsi minn og hestunum mínum hefur senkað, sitja sennilega fastir í einhverjum skaflinum. Við verðum að hraða okkur til móts við lestina. Hinum megin árinnar var maður sá fylgt hafði póstinu fangar þegar lagður af stað suður aftur með sína hesta. Þeir Benedikt og ferjumaðurinn Grímur á jökli stóðu og horfðu á þessar víðförlu og kvikulu mannverur fjarlægast í annarlegum hverfleik til norðurs og suðurs. Grímur þáði kaffibólla og því það sauð á kallinum, maður á ekki að forsmá guðu skáður. Og þú ert sestur hér að og veitir gestum og gangandi, sé ekki betur, sagði hann í gaman rómi. Við höfum séð rjúka hér í heila viku, bætir hann við, og varpar kolapoka sem hann hefur haft meðferðis við hliðina á eldstofni. Var orðinn hræddur að byrðirnar væri á þrotum sem hvað líður, svo ég tók hann þennan með. Það hvort við á jökli sem ber að færa eldhítinni þarna fórnir. En hverra erinda ertu eiginlega hingað komin að staðaldri? Benedikt sagði svo frá að í raun rétt rifa hann hér á sínu venjulega haustflakki, en þá hafði farið svona á hinsegin og það nú einu sinni svo að dagarnir koma og hverfa. Það engin ósköp sem eftir mann liggja að kvöldi í skammdegi, ófærð og illviðri. Laglega af sér vikið af Hákoni, lét Grímur uppi, að ég tala ekki þrjótana á fjalli. Það nú svo, en kindur og hross eru að verða alltaf kindur og hross, andaði Benedikt með óhrekjandi rökum.
Eins verður að gæta en annað má ekki vanrækja. Hverju ég bættari þótt ég rati á eina villiklauf ef heilar hjarðir verða úti. Hákon hafði að vísu upp á sínum, það var engin hægðarleikur og hefðu ekki Leó, Eitill og ég verið með í leitinni og þó einhverjum Leó óvíst hvernig farið hefði. Ó nei, Grímur minn, auk þess hefði þú sjálfur farið nákvæmlega eins að. Nei, fjandinn fjarri mér. Og fyrir bragðið sleppi nú við að litast það sem við erum búnir að leita, lauk Benedikt máli sínu. Og svo hefur þú auðvitað orðið að eiga þínu eigin nesti allan tímann gerir ég ráð fyrir, spurði Grímur og gat fátt verið honum sammála. Nú já, ég bý mig alla jafna út með nesti til hálfs mánaðar og vel það og það er Hákoni kunnugt og svo báru þeir pokann hans Eitills fyrir mig alla leið hingað frá botni. Mikið var, sagði Grímur og hristi höfuðið, svolgraði kaffið af undirskálum brúnaþungur, sauð í gríð og erg kandísmólan. Þú ert dauðuppgefin, ég fæ ekki betur séð, og hvaða meðferð er þetta á eitt hlið að mér leyfist að spyrja? Til að segja hefur margur verið kærður fyrir brot á dýraverndarlögunum fyrir minnisakir. En það vita mála hann anar á framfanga til hann gengur alveg fram á sjálfum sér, eins og sumir aðrir. Það veistu vel, og ber þú ekki ábyrgð á honum. Nú bindum við heipokan hérna við stóðina, svona Eitill kann sér magamál og engin hætta á hann eyðileggi neitt. Við sjáum honum fyrir nægu vatni og berum heimilsnu undir hann, sí svona. Nú væsir ekki hann í 1 eða 2 daga. Því þér ætti að vera orðið ljóst að þú sleppur ekki við að koma heim með mér og sofa út í ró og næði. Þú getur sjálfur látið í heipoka handa eftir heima og ég ekki að bjóða þér gistingu på eigin nesti. Nú engar vaflur. Það er búið að tala nógu ljótt hérna þegar þessi gert að við erum ekki nema í 7. viku vetrar og að í dag Maríumessa. Að fara á ferju yfir straumþungt fljót þar sem fyrst verður að teima bátinn góðan spöl upp með bakkanum og samt ber hann æði miklu lengra undan straumi en áin breið. Það er eins og að koma í annað land, að ekki sé sagt annað líf. Man hnykkir við. Hvernig á að komast yfir aftur? En þreytan bældi kvíðan í Benedikt. Á leiðinu upp að bænum lá í hvarfi undir ásatrögum sem vörðu hann gegn versta norðangarranum, reikaði hann í spori af drunganum sem yfir hann færðist og lá við á honum liði í brjóst. Á hlaðinu sneri hann sér við og leit öxl, en sæluhúsið og allt sem því heyrði horfði sjónum bak við ásana. Aðeins vesturfjöllin enn á sínum stað, en kynlega fjarlæg og ónálganleg héðan að sjá. Það fór hryllingur Benedikt. Það var einmitt þarna sem hann átti að hafa verið. Hann var vart afklæddur fyrir hann valt út af og var leið horfinn inn á milli fjallana sinna, samtengdur og voru vandræði með þær, fjástraði við að ná þeim saman, Eitill og Leó voru þarna líka, en ekki nema aðra stundina. Hann dagaði uppi aleinan með heilan hóp af kindum, sumum latrækum, öðrum ljónstykkum, skaflarnir botlausir og í námunda vissi hann af manni sem vildi honum bæði vel og illa, ósýnilegur og það ekki aðeins vegna móðunar. Hvaða erindi átti sá við hann? Og að baki draumnum vissi hann ógnar vel að tíminn leið, að hann stóð ekki kyrr, lét engin fljót hefta för sína, hljóp sig aldrei þreyttan, dularfullur á jökulfljót, sofandi mann stígur hann yfir sem væri hann steindauður. Benedikt hrökk upp af óværum blundi, lá allt í einu glaðvakandi í tunglskinsbjartri baðstofu. Þetta var þá að næturlagi. Hann var afþreyttur, útsofinn, hann fann ekki betur. Og allt í einu hafði hann enga eirð í sér, vatt sér fram á rúminu, vakti unglingspilt í nálægu bóli með því að ýta ofurlítið við öxlinni á hann. Þeir sátu þarna hvor andspænis öðrum og klæddu sig eins hljóðlega á þeim var unnt. Læddust á sokkalistunum ofan baðstofuþrepin, enga aðra mátti vekja. Unglingurinn vildi hella upp á könnuna en Benedikt bað hann láta það ógert. Bíddu með að fá þér sopa þangað til þú kemur heim aftur. Þetta verður engin stund, við skulum hafa hraðan á. Þeir voru þó komnir út á hlað, en hvísluðust á líkt og samsærismenn. Benedikt hafði enga ró í sínum beinum. Líkt á
Það er ferð á mánagana þessa stundina og ég hef hug á að reyna hvorum okkar miðar betur ofurlítinn spöl. Fyrir dögun ætti ég að geta verið komin hálfa leiðina að hinu sæluhúsinu og náþangað fyrir kvöldið. Pilturinn nuttaði stýrurnar úr augum sér, fékk ekki áttað sig á hvaða sæluhús hann ætti við. Það er ekki mót, þú skiljið mig, já við holuna mína þarna inni á Öræfum, upplýsti Benedikt. Tróðinn heitpoki stóð rétt innan við skemmuhurðina, unglingurinn snaraði honum á sér. Hefðu hjónin verið vakandi myndu þau hafa séð Benedikt fyrir nestisauka, en nú var það að slakast. Í öðru eins tungsljósi var næstum því hægt að lifa á loftinu einu saman. Honum ætti að vera borgið. Stormur, snjór og heiði há, herðir kálfa og mýkur tá. Þeir stigu á skíðin og brunuðu í tungsljósinu inn eftir ísgráu landinu. Allar stefnur svo langt upp til fjalla vita inn eftir að óþekktu marki sem er kjarninn, er víkur en helst þó kyrr og er hið endanlega. Áður varði tók að halla undan fæti niður að affarveginu. Þeim miðaði hratt, Leo þaut fram með eins og örskot gjammandi af ánægju. Litlu síðar voru þeir komnir yfir ána. Benedikt aðstoðaði við að draga bátinn upp með bakkanum, tók heipokann á herðar sér, ýtti kænunni af stað, kæra þakkir, vegnið er vel yfirum og berðu kveðju heim. Þarna rak bátskelina niður eftir fljótinu í grálýsi og mánabliki, en skásniti þó nægilega til að lenda á réttum stað. Benedikt var aftur einn á heimaslóðum. Þetta voru á sína vísu heimaslóðir hans. Hann kleif brattan, opnaði sæluhúshurðina, heilsaði upp á einn. Og þarna í næturkyrrðinni og einverunni undir skorðum mána hvarflaði aftur að honum aðkenning af aðventu. Leifar af hljómum, endurminningar sólskin og heiilm, von sumarland, eða hvað það nú var. Ef til vill aðeins eins konar innri kyrrð og friður. Eydil tók á móti félögum sínum með ánægjulegu kumri, stóð á fætur, hristi sig og var ferðbúinn. Hann þrýsti sér upp að Benedikt sem hugði að hvernig honum hefði vegnað, gerðist enda svo lítillátur að nasa á móti þegar Leo rétti fram trýnið og Leo dinglaði skottinu í ákafa, hafði hljómast óvenjulegur heiður, kunni sér ekki læti, reis upp á afturfæturna og lagði framlappirnar á bakið á eitli sem damlaði í hann með öðru horninu, í allri vinsemd mikil ósköp en aðvörun eigi að síður. Leo lét það ekki á sig fá. Benedikt var harð ánægður með Eydil og alla hans framistöðu. Hann hafði kroppað úr heipokanum af skynsemi og hófstillingu. Nú fékk hann morgungjöfina, rækilega hrista töðutuggu í vendilega sópaða jötu. Að svo búnu var vatnsfatan skoluð og fyllt óstöðnu vatni úr lindinni. Síðan tóku þeir til morgunverðar í ró og spekt allir þrír, því nú nálgaðist stundin. Þegar Benedikt hafði slökkt á eldstóni með vatni úr fötunni, svipast og séð að allt í kofanum var í röð og reglu, hver hlutur á sínum stað, lokaði hann hurðinni, batt á sig skíðinn í makindum, brá heipokanum á herðar sér, hann seig í heldur en ekki. Snærinu hafði hann komið fyrir hornin á eitli, fært hann í hempuna og hélt nú á staðinn eftir í tungsljósinu með sauðin í taumi og seppa ýmist á hælum sér eða í fararbróti. Frostið var napur, en í þessu blæjalogni settist kuldinn eins og svalur eimur utan á hörundið, beit sig ekki til baga einunni. Þrenningin fór sér að engu ótt, far með gætni, far með ró, flýtir hægt en örugt þó. Það er svo þægilegt að ganga í tungsljósi milli snöggaðra fjalla. Benedikt varð litið til lofts, stjörnuhjólið efra hafði færst fjórðung úr snúningi frá því hann stakk höfðinu út bæjardyrnar á jökli. Slíkur asi er á tímanum hvort heldur maður fylgist með honum eða ekki. Á hinn bóginn er ánægjulegt að vera í för með reikistjörnum, halda sínu striki á sama hátt og þær. Það er víst líka göngu eitthvað gæfulegt,
Fannþakin fjöllin sýndust lág og viðkomugóð í tunglsljósinu. Hér og þar blikuðu glitrandi rákir á blásvartum svellum. Slíkt og þvílíkt ferðalag líktist á sína vísu kvæði með dýru rími og skáldlegum kenningum, lék mann í blóði á við ljóð. Og líkt og kvæði lærðist það að heita mátti utanbókar og var því að fara hingað inn eftir árlega til að sannfærast að allt væri óbreytt. Og óbreytt var það, annarlegt og óhöndlanlegt og þó leið kunnuglegt og ómissandi. Og loksins færðist fullkomin ró yfir Benedikt. Ákveðin öryggiskennd í djúpum hugans náði útþenslu, varð altæk og óskeikul. Hérna gekk hann, loksins gekk hann hér. Hann var eins og maður kominn að drukknum sem rekur óvænt höfuðið upp úr vatninu og borgið. Loftið streymdi að vitum hans sem uppsprettulind hann teygaði það alsæll. Þetta líf var hans, að vera hér einn á gangi. Og af því að það þetta sem var orðið ævi takmark hans, getur hann nú mætt hverju einu sem hann höndum ber og boðið það velkomið. Engar áhyggjur hrjá hann lengur, jú ein. Að hann skuli ekki fyllilega geta gert sér grein fyrir hver muni verða hér á ferli eftir hans dag, en að sjálfsögðu kemur hér sem ella maður í manns stað. Það gæti þó varla verið tilætlan skaparans að þegar hann, Benedikt, væri allur, yrði látið skeika að sköpuðum aumingja skepnurnar sem ráfa hingað inn á öræfa slóðir og gáfnamönnum sést yfir á haustin. Það gat það ómögulega verið. Því enda þótt kindur séu ekki nema kindur, þá eru það þó verur gettar holdi og blóði og sál. Eða var eitill kannski sálarlaus skepna, eða leó, eða faxi, var sakleysi þeirra og trúnaðartraust minna virði en hinn stopula trú mennskra manna. Benedikt hristi höfuðið. Hver sem eftirmaður hans kynni að verða, gat hann ekki óska honum neins betra en slíkra förunauta. Sá sem á sér álíka félaga ekki einstæðingur í henni veröld. Sumir eiga sér annað og meira eða svo álitið. En hver á sér annað betra? Það væri meira vanþakklætið að láta sér sýnast að hlutskipti manns í lífinu hefði geta orðið ríkulegra. En svo vanþakklátur og veikgrannur var Benedikt ekki. Engar skepnur skaparans á jarðríki báru af vinunum hans þremur. Og samband manns og dýrs var á sérstakan hátt heilagt og órjúfanlegt. Einn góðan veðurdag verður ekki hjá því komist að taka ákvörðunina. Kúlu í þennan, kníf í henni. Það er gjaldið, í því ábyrgðin fólkin, skyldan til að taka sér vald ekki aðeins yfir lífið þeirra en einnig dauða eftir því sem vit og samviska býður. Tilveran var nú einu sinni svona. Það var sárt. Sá einn sem reynt hefur getur gert sér í hugarlund hversu sárt það er. Á vissan hátt eru allar skepnur fórnardýr. En var ekki allt líf fórn, væri því réttilega lifað? Er það ekki það sem er gátan, að grómagnið kemur innanfrá sjálfsafneitun og að allt það líf sem ekki fórn rangsleitið og endar í eyðingu? Látum það eiga sig, það var hvort óskiljanlegt. Hitt var víst að hérna voru þeir þrír á ferðum nótt í tunglsljósi inni á milli þögulla reginfjalla og áttu markmið framundan og þekktu það allir þrír. Lítilmótlegt markmið að vísu en markmið eiga síður. Stjörnurnar bliknuðu birti að degi og að samaskapi brúnir fjallana slæðust, máðust í morgunskímunni. Eins konar endurlausn og leyti vægðarleysi eru samfara hverri afturrætningu. Og með deginum vakna vindarnir. Fyrstum sinn voru það varla annað en ofur og húgláttar blæstrókur úr ýmsum áttum sem eins og í móki vöktu vitund af lífi í lausamöllinni. En ekki leið á löngu áður en því kárafólki virtist verða ljóst hverja stefnu væri hentast að taka eins og á stóð og fór að renna sér á sleða upp og ofan brekkurnar, færa til skaflana. Leið hurfu síðustu útmörkin, ekkert var með góðu móti aðgreint öllu lengur
varla hvar snægrátt land og snægrár himinn mættust. Skýin sem kúrt höfðu úti við sjónbaug dró á loftu. Að lokum varð af hinum fölnandi bláma næturinnar aðeins greindur lítill blettur beint yfir höfðum hans. Eiga síður kom það á óvart líkast skyndiárás þegar ný og auðfinnanlega afþreytt stórhríð tók allt í einu að geisa Benedikt og félagar hans, gleypti þá svo gersamlega að enda þótt þeir sigluðust áfram, næstum eins og ekkert hefði í skorist, vissu þeir þó varla að sjálfum sér það frá þeirra öðrum. En þeir héldu hópinn, veittu tryggingnum í gnauðandi storminum og bandu vitlausum hríðarbylnum viðnám. Snjókoman var með þeim ólíkindum að það var varla skilið hvernig stormurinn réð við að feykja kafaldina á undan sér, þar að ætla mætti að það fyrir löngu hefði verið búið að kæfa hann. Fyrir mann á ferli var erfitt að draga andann. Benedikt gleypti í sig lítið eitt af lofti öðru hverju þegar því var við komið, hélt fast snærið sem var á hinum endanum, bundið hornið á eitli, einhvers staðar úti í glórulausri mjalla riðunni og braust áfram af bestu getu. Leo var að sjá sig og var ekki skótaskull úr því. Þarna gekk sem sagt þrenningin fet fyrir fet og riðuðu sitt á hvað undir hinum æðisgengnu stormkviðum. Ójá, þeir ösluðu þarna áfram í hríðinni annað var ekki að gera. Á meðan leið dagurinn, þessi dagur sem var ekki lengur sýnilegur, aðeins örlaði fyrir eins og ofurlítilli glætu í snækófinu. Benedikt hafði tekið stefnu á kofan sinn, hann svo kallaði, enda þótt að væri aðeins jarðhola með lemmi yfir, ofurlítil grýta, eins konar gröf. Hann gróf hana fyrir 27 árum, nálægt miðju þess svæðis sem hann hafði ásett sér að kanna og hafði kosið til þess hólbarð sem lá ekki það áveðurs að veruleg hætta væri á að hlemmurinn, þyngdur með steinum, fyki út í buskan, en á hinn bóginn nógu hátt til að loku var fyrir skotið að vatn rynni ofan í hana. Benedikt þóttist viss að hafa haldið stefnunni svona hér bil og eiga skammt eftir ófarið að grýtum sinni. Nú var hann bara að vona að storminn lægði með kvöldinu og því hann hafði skollið á í dögun og það þá rofaði ofurlítið til. Hvernig ætti hann annars að finna holuna sína? En stormurinn var ekki á því að væja, tók yfirleitt ekki mark á Benedikt óskum hans né kenndum. Mest að furða að hún skyldi endast andleng til að öskra í heilan dag í lotu af slíkum krafti svona snemma vetrar, en sú var raunin á. Birtunóran sem mjallar þyrlarnir mólu á milli sín fölnaði æ meir, mólst í myrkur með daufa túnsklætu einhvers staðar að baki, mjallar myrkur, rjúfandi, rofalausa aldinu. Hamförunum lykti ekki, gnýr og stunur sem væru jötnar að fangbröðum glumdu við, barátta ósýnilega reginafla, endalaus og af öllum áttum, æðisgengin öskrandi fimbulnótt. Maður sem úti á slíkri nóttu, óralangt frá alfarleiðum og öllum samverum, einfari sem á af engum nema sjálfum sér hjálpar að vænta í óbyggðum, mannsvöngum öræfum, þeim hinum sama hollar að vera á verði, halda huganum óskelfdum. Engin glufa má opnast þar öndum óveðursins, engin sprunga sem kvíði, hik eða tryllingur náttúrunnar geti seitlað inn. Líf og dauði lagt hvort á sína vogarskál, hvort vegur meira. Hér getur kjarkurinn einn bjargað, hinn óbugandi kjarkur. Maður afneitar hættunni og herðir sig, svo einfalt það. Svo einfalt fyrir menn eins og Benedikt, stormur, snjór og heiði hár. Rekst hann þá ekki allt í einu í kofinu á steindröngul og rétt á eftir á annan. Nú fyrir skíðunum að verða hægt, þau mega ógjarna brotna. Þá betra að hrífa þeim og kafa, annars gæti illa farið. Þegar Benedikt hafði losað sig við skíðin, tók hann dranginn til athugunar, þurrklaði hann, fyrst með vettlinga á höndum sér, þá til fremri fullvissu berhendur, einna líkast því sem hafði þurrklar skepnu sem til sölu. Stóð andartak og áttaði sig,
nasaði uppi hvað væri norður og hvað suður, sjáum til. Steininn þá nafna ætti hann að kannast við og áttina hafði hann haldið, það var ekki á öðru. En hann hafði borið framhjá og það var svo sem nógu vörðað. Það var að snúa við og hitta á rétta stefnu. Það var nú það. Þeirri stefnu fylgdi hann stundarkorn, þá nam hann snögglega staðar, sveigði til hægri, sveigði til vinstri. Nú var allt undir því komið að vera heppinn, annars gat maður orðið ringlaður og svona vakki til og frá, týnt áttunum og virst. Allt í einu varð hann einhver svar þarna í náttmyrkrinu og hríðarbylnum, kenndi einhvers í iljunum eða hvernig það nú var, hallaði ekki agnaröfn undan fæti. Með stakri varúð steig hann einhver aukaskref, hnitmiðuð, pjakkaði stafnum í snjóinn, nú hér, þá þar. Í síðara skiptið var tómarhljóð undir, kofinn var fundinn, hann hafði ratað heim. Aftur kom rekublaðið að góðu gagni. Það var ekki lengi gert að losa hlemminn, lyfta honum, skríða ofan með hundinn og sauðinn á hælum sér. Benedikt og Eitill runnu fremur en þeir fótuðu sig ofan moldarþrepinn. Leo fagnaði hávaðanum sem af því hlaust með glöðu gelti, voff, voff. Það var meira en gott að blessa. Það var fádæma léttir að því að vita að loksins að veðrinu utangátta vera ekki lengur ofurseldur aðstöðunum. Benedikt tyllti sér á heipokan yfirkominn af þreytu. Myrkrið merklaði fyrir sjónum hans, varp öndinni fegin. Eitill lét líka ánægju sína í ljós með hólátu jarmi. En þegar svo sauðurinn tók að hrista sig, svo einnig var bylur inni í kofanum, var Leo nóg boðið og dró ekki dul á það. Gerðist hann sjálfur slíktið saman. En hérna var það Benedikt sem ábyrgðin hvíldi á og bara ekki aðeins að sjá sérborgið heldur einnig félögum sínum og förunautum. Hann krakkaði kertistúf upp úr mal sínum, kveikti á honum. Það var eitt á mörkum að hann bara kemst á þessar tvær verur stóðu þarna frammi fyrir honum í flöktandi bjarmanum frá kertistúfnum, snædrifnar og svo klökugar að ekkert nema augun, munnholurnar og hornin á eitli var þekkjanlegt. Benedikt tók þegar til við að losa förneti sitt við snjóinn og klakabrýnina að svo miklu leyti sem það var unnt. Annars yrðu bæði sauðurinn og seppinn holdvotir óðarlega en hlýna tæki og morgundagurinn gæti orðið nógu erfiður þótt ekki væri lagt af stað með rakt og kulvíst höfund. Hempa Eitils hafði raunar hlíft honum þar sem helst þurfti. Að lokum dustaði og skóf Benedikt snjóinn af sjálfum sér, ekki klaka ströngla og hári, skeggi og augnabónum. Þá kveikti hann á prímusnum. Það er hægur vandi að athafna sig í óbyggðum þegar höfður meðferðist eldfæri, suðutæki og önnur nýtísku þægindi. Hafi eldfærin vöknað, stingum maður þeim í barmsér undir prjónaskiptuna og þurrkar þau inni á sér. Það er gömul og góð hjálp í viðlögum. Og nú þegar búið var að kveikja á prímusnum, hallaði Benedikt hlemnum út í hamslaust moldviðrið og krækti sér í fáeina snjókörla. Meðan þeir voru að bráðna í skaftbottinum og hann bætti á við og við, var hann á sífelldum erli, dró hlemmin fyrir aftur, fyllti upp í verstu rifurnar, hann. Þá byrði hann Eitil upp að heyja rétta á snjó til að svala þorstanum þangað til hann gæti boðið honum betri drukk, dreif til malpokans, tók nesti sig, setti ekki Leo hjá. Kjötið var frosið og jafnvel brauðið olli tannkuli, en hvað það? Bráðum gæti hann hellt upp á. Þeir skiptu fræðina vatnum milli síns eins og góðvinum bar, hann og Leo skiptu bróðurlega. Benedikt þætti gaman að sjá framan í þann sem lifði við konunglegri kjöri í höll sinni og meira öryggi í þrengingum veraldar og í ofanálag átti sér vonum að bjarga nokkrum klaufum frá hungurdauða næstu daga og inna þannig umhverfi sínu, þjóðfélaginu og alvörunni þjónustu af höndum. Því þá vil ég láta þau vita, Leo minn, að sjálfur páfinn í Róm býr ekki betur og höfðinglega en þú og ég, mér hefur hreinni samvisku, stakk hann að Seppa, sem dinglaði rófunni og trúði fúslega orðið til orðs hverju því sem eigandi hans predikaði fyrir honum og það
því fremur sem sérstakt hnossgæti fylgdi hverri kennisetningu. Og Benedikt, hann satt þarna eins og herramaður með kjötbita í hendi sér og skipti honum milli sín og Leós jafn ótt og eitthvað þiðnaði við ylinn frá prímusnum. Og að viðbytti var kapp nóg, hálf smjörskaka. Leós skyldi sannarlega ekki þurfa að býta brauðið þurrt. Hérna sat maður þá eftir allt saman, verra gat það verið, og í dag var miðvikudagur, í annað sinn að vísu á þessu ferðalagi, já, það var nú það. Með öðrum orðum, hann hafði verið rúmlega viku á leiðinni hingað, nákvæmlega 9 daga síðan hann lagði upp frá botni, svo að ekkert sé undan dregið, og ríflega 7 af þessum 9 dögum hafði hann fært sig sjálfur, enda sá það á nestinu þess var ekki tilvist. Nurlað og sparað hafði hann að fremsta megni, en samt voru ekki eftir nema 7 kjötbitar og þeir ekki ýkja stórir og auk þess nokkur forði af brauði sem hefði vel mátt vera líflegri. En hvað hafði drottni vorum ekki orðið úr 5 brauðum og 2 fiskum? 1000 hafði hann mettað með þeim matarforða. Með slíkar staðreyndir í minni var manni í hans sporum illsæmandi að örvænta. Enda þurfti hann ekki að sjá nema sér og Leó fyrir mannahand. En hvað sem öllum kraftaverkum leið, hér yrði að halda spatt á, forsjálni hvergi bönnuð í boðorðum, 1 kjötbiti á dag, segi og skrifa, meira fæst ekki í télátið. Það hafði auk þess sína kosti, engin hætta á að maður æti yfir sig og yrði þá væntanlega léttari á fæti. En hvað gekk að ljósinu? Hvers konar óstand var þetta á prímusnum? Hann dældi í hann lofti en það kom fyrir ekki, hann vildi slökkva á sér hvað sem tautaði, var ófáanlegur til annars. Og vantaði þó ekki á hann olíuna. Hverskins galdrabrögð og reimleikar voru þetta nú í gömlu holunni hans. Hafði einhver meinvættur smeygt sér inn og lagst á ljósið. Í samri svipan satt Benedikt í kolniða myrkri. Og ekki svo vel að það væri neitt eðlilegt myrkur, öðru nær. Mann sveið í augunum undan því, það tók fyrir kverkarmanni. Sýndi sig í að hafa fullan hug á að kæfa hann. Á hinn bóginn var það svo sem nógu vingjarnlegt. Vildi fá mann til að sofna, bara halla sér og láta sér líða í brjóst. Og hvað átti hann eiginlega að gera við kaffi? Til hvers þurfti hann á meira ljósi að halda á þessu kvöldi? En skyldi þetta nú vera einn saman vinahótt. Benedikt reyndi að ráða fram úr því, reyndi að átta sig, nota veikklórunum. Það skyldi þó ekki vera að óveðrið væri enn að ofsækja þá, hefði loks séð sér leik á borði til að ganga af þeim dauðum. Sennilega hafði það byrt hverja smugu. Ætluninn að taka fyrir kverkarðinn, kæfa þá alla 3, en sem hann var lifandi. Benedikt staulaðist á fætur, tókst með herslum munum að rífa sig upp úr mókinu, reikaði þangað sem hlemmurinn var upp yfir, hratt honum frá. Þá voru draumórarnir þegar búnir að ná tökum á honum. Hann gerði sér í hugarlund að sér myndi opnast hákvölft stjörnunótt, en það var þá bara bull sjóðandi blindhríðin. Nú gerði hún sig líklega til að fylla holuna í einni svipan. Hann dró hlemminn fyrir opið á ný, en nú gætti hann þess að hafa glufur sem hvorki fenti innum né lokaðist. Og eins og vita mátti fengust bæði ljós og logi til að lifna við aftur, halda áfram iðju þeirri sem fyrr var frá horfið. Senn var kaffið tilbúið. Ilmurinn af því fyllti kofan, blessað kaffið. Benedikt sötraði það með þakkláttsamri lotningu. Og hann hafði drukkið næju sína og síðan vatnanda eitli slökkti hann á kertinu. Nóttin var komin og sjálfgefið að njóta hennar. Blóðið suðaði sig í verð í örþreyttum limum sem allt magn smám saman fjaraði úr. Svefninn nálgaðist hóglátum þófaskrefum, hóf hinn vitundalausa mann á náðar arma sína. Þarna lágu Benedikt í grýtunni sinni, gröfinni sinni. Ullarábreiðunni hafði hann vafið utan sig, teikpokan hafði hann undir höfði sér, lágu hliðina á eitli, svaf á sína vísu og jórtraði í mestu makindum milli dúrana. Fast upp að þeim báðum hringaði Leó sig,
Kúrði þar kjökrandi af værð, vellíðan og eftirvæntingu verðskuldaða hvíld. Þarna lágu þeir, þessir þrír, fáein fet undir yfirborði jarðar, harla ósýnilegir og urðu vart taldir í tölu lifenda. Eigi að síður liggur fyrir þeim að vakna til stórræða sem flestum öðrum myndu reynast ofvaxin, athafna sem þeir einir geta afrekað og eru fúsir á sig að leggja. Eru þeir kannski ekki eins lítilmótlegir og þeir sýnast? Eru þeir ef við ómissandi liðir í einhverju samhengi? Uppi yfir þeim halda reikinhettir líðandi stundar að vanda leiðar sinnar. Benedikt svaf eins og steinn í bólakafi botnlausrar nætur. Þá var hann allt í einu vaknaður, eldsnöggt svo sem honum var tamt, glaðvaknaður, útsofinn og afþreyttur. Nú reið á að rífa sig upp úr voðinni og verðinni áður en þreytan sem vitanlega lá í raunsátri næði tökum á honum á nýjan leik. Hann beiti ekki boðana, stökk á fætur, hratt upp dyrahlemnum, glaða tungljós. Tungljós maður lifandi. Veröldin með öðrum orðum afturkomin í nokkurn veginn réttar skorður. Og sem betur fór hafði hann ekki sofið yfir sig, nema að vera skildi að hann hefði bætt á sig heilum sólarhring og þá var að taka því, far með gætni, far með ró. Hann hafði í gærkvöldi leyft Agnar Ragnar kjötbitanum sínum, þessari klípu skipti hann milli sín og Leós ásamt leyfilegum brauðskammti. Benedikt skolaði sínum hluta niður kverkarnar með kaffisopa. Eitill á í dag að fá að vera heima í holunni og hvíla lúin bein. Hann eðlilega mest eftir sig eftir hrakningana í gær og engin ástæða til að ónáða hann fyrir en vitað að brýn þörf sjá honum. Ef að vanda léti yrði ærið nóg fyrir hann að starfa áður yfir lyki. Benedikt byrði hann upp að heigi, vatni og snjókögli þegar hann langaði að narta í, sá glöfu við hliðina á Klemmu. Leó var starfsýnt á þær aðgerðir, undir þeim ekki sem best, leit hvað eftir annað í augu eiganda sínum, lyfti hikandi annar í framlöppinni, kveinkaði sér, gerðist líklegan til að losa Klemmu. En Benedikt lét sér ekki segjast, klappaði honum á bakið til að róa hann og áttaði seppi sig þá á því að þeir hafðu ekki heldur nestu með. Síðan genguðu saman út í tungskinsnóttina. Þar veðrið var svona kyrrt og bjart yfir og þeir tímanlega á ferli ákvað Benedikt að leita þegar í dag á þeim slóðum sem fjarstar voru í daladraugum upp við jökulröndina, 5 stunda ferð fram og aftur þegar best lét. Það kom varla fyrir að hann fyndi þar skepnu, en að halda heim aftur án þess að hafa verið þar kom vitanlega ekki til mála. Benedikt liðkaðist fljótt og smá herti gönguna, rogaðist upp eftir hæðum og hjöllum, rauk niður brekkur eins og vindhviða, stormur, snjór og heiði há. En dagurinn var ekki jafn hampasæll og veðrið var gott. Benedikt fann ekki nokkra kind, ekki á lífi. En uppi við jökulröndina í dalverpi heitamátti barma fullt af samfelldri fönn, rakst hann á holu. Það var hann Leó sem nasaði hana uppi, refsmókna holu sem lá niður að kindahægi, full seint á verðinni. Þessi fundur fékk svo mjög á Benedikt að hann tók ekki gleði sína aftur það sem eftir var dagsins. Annað eins og þetta var ills viti, afleitur fyrirbúði og það því verri sem þetta var eins konar minningarár, 27. skiptið og hann sjálfur tvisvarsinnum 27 ára. Því var þetta á móti borið að þetta var merkisár, að minnstakosti fyrir hann. Og þá þurfti svona að fara, en það hafði óheppnin fylgt honum frá upphafi vega einmitt í þetta sinn. Hér efra var líka einhvern veginn öðruvísi en vant var, þótt veðrið væri gott og færðin yrði að teljast viðunandi. Fjöllin umkringdu hann einkennilega þögul og fíld. Hvað hafði hann gert á hluta þeirra? Var það honum að kenna að hann hefði tafist, eða skyldi það vera út af þessari hvíld sem hann tók sér á jökli? Það yrði að álítast full mikil smámunarsemi. Og hvað sem öðru leið hafði hann hreina samvisku. Hafði flýtt sér eins mikið og hann mögulega gat, eins og atvikin höfðu þróast eitt af öðrum. Svo ef fjöllin endilega vildu sýna honum úlfúð og fáleik þá þau það.
Á þeirri stundu virti hann þau ekki viðlits. Skimaði hann í kringum sig var það aðeins til að svipast eftir kindum. Og þar eða engar kindur sáust og ekki einu sinni sporaslóð, brunaði hann heimleiðis hertum vörum, sárgramur hinum afundnum hjúkaröðum í áttina til kofa síns og Eydils, til heimahugnaðarins í grýtunni sinni, gröfinni sinni. En þangað var komið og hann skriðinn ofan í jörðina með rok yfir sér, bragðaðist honum ekki blessaður maturinn og það var á mörkum að hann hefði lyst á kaffinu. Nóttina sem í hönd fór svaf hann lítið og slitrótt. Það engin leikur að lenda í ósátt við formvini, missa að heita má síðasta athvarf sitt í einmannalegri veröld. Og sé nokkuð það til eitrað geti blóðið þá það þetta, að finna aðeins dauða þegar lifandi kinda leitað. Daginn eftir, á föstudaginn, var Árla risið og af stað farið með hund og sauð, þrenningin eins og hún lagði sig komin á kreik. Það var norðan næringur, snjórinn straukst mjúklega upp og ofan hæðir og hjalla sem væri honum hugað það eitt að búa Benedikt ákjósanlegasta skíðafæri. Eða Kári brá á leik, þreytti hringdans af ærinni list kringum dranga og grettispjók, faðmaði þá ljúlingslétt með úrsvölum inn til stokka. En æskilegt leitarveður var þetta síðan en svo. Í slíku veðri hleypur féð í skjól og fennir yfir sporaslóðir á svipstundu. En Benedikt fékkst ekki það, leitarskyldan, hversu hversinn og fráhverf sem veður og fjöll kynnu að sýna sig. Og þessi áhugi hans fékk sína umbun. Heppnin hafði brugðist honum í gær, sá sig hönd og leitaði hann uppi í skafræningskófinu. Snemmdegis fann hann 2 kindur, að áliðnum degi þá 3. og heimleiðinni rakst hann á 2 viðbót, svo nú voru þær 5. Þessi fjárleit í snækófinu var áþekkust því að varpa netum sínum í gruggugt vatn, en sem betur fór brást veiðin ekki með öllum. Því sé maður kunnugur sérkennum landslagsins og uppáhaldsstöðum öræfafjársins og hafi með sér hund sem mesti myndarpáfi, þá rata maður á fé enda þótt vart sjáist fram úr augum. Og nú fór svei mér að verða vit glóra í vitleysunni, þetta miðaði í rétta átt, skapið skánaði. En það var ekki með sitjandi seldinni út tekið að hafa hemil á þessum fjallafárum. Benedikt, Eydill og Leó urðu að leggja sig alla fram. Samlokurnar voru óaðskiljanlegar hvorum sig, en var meinilla við nokkurt samneyti við aðrar skepnur skaparans. Þegar minnst var þið gönuðu þar á stað sín í hvora áttina, en það náðust var þeim ekki ekið úr sporunum, svo að reka var á eftir þeim með hói og hundgná eða blátt áfram draga þær yfir skaflana. Það reyndi á þorriðinu. En Eydill kafnaði ekki undir nafni og nú kom til hans kasta. Hann slóst í för með flökkukindunum, lét sem sér væri líkt og þeim það eitt hugað að flýja og fjarlægast hundinn og manninn, tók forystuna auðvitað í rétta átt. Stundum náði hann þeim saman öllum í einn hóp og setti þvílíkt fjör í þær að þær hlupu rakleitt á hælanum. Benedikt og Leó þurftu ekki annað á sig að leggja en eftir megnist rítast við að rekja sporaslóðina. En minnst varði hlupu aftur í byggingar í fjallarkindurnar. Þær dreifðu sig og tvístruðust svo ekki var hjá því komist að ná þeim saman á nýjarleik. Eða Eydill satt fastur í einhverjum skaflinum, ófærum að losa sig af eigin ramleik og öll halarófan á eftir honum. Þá var Benedikt að tróða brauð með Eydill í eftirdragi meðan Leó gætti þess að ekki hrykki liður eða liðir af halanum. Fyrir kom að tosa var öllum 6 yfir skaflana, það hittaði mann í hamsinn. Þannig leið sá dagur, síðan dagur á degi. Þannig að umgetta dag kom ekki til mála að taka Eydill með sér heim í kofan. Hann varð að verða eftir til að hafa hefinn á hópnum, finna snapir handa kindunum, kenna þeim að krafsa, halda sjálfsbjargar viðleitni þeirra vakandi svo að ekki kæmi í þær duttlungar og strókgirni næði ekki tökum á þeim. Leið svo sú vika á líka nátt. Vikudaginn næsta var hópurinn staddur miðleiðis milli grýtunnar og sæluhússins og þar einmannalegt var í holunni án Eydills
en hins vegar von á landpóstinum suður yfir í dag og líklegt að hann gisti hér með einu ár, tók Benedikt það ráð að leita heldur þangað. Með því móti gæti hann komið boðum til byggðar með fylgdarmanninum sem átti að fara norður aftur með hestana. Það væri leiðinlegt ef fólkið heima væri farið að undrast um. Þarna gekk hann því nú og gekk, út úr deginum og inn í nóttina, gekk og gekk. Þar kom að hann náði næturstaðnum, en hann hafði misreiknað sig. Í sæluhúsinu voru að vísu hestarnir, annað ekki. Pósturinn hlyti að hafa verið sóttur yfir annað þegar kvöldið og fylgdarmaðurinn sem ætlaði norður aftur að hafa fylgst með hann. Hann myndi gista að Jökli og væntanlega koma aftur snemma í fyrramálið, eða að minnstakosti einhvern tíma á morgun. Benedikt hafði í hyggju að bíða hans, taka sér hvíldardag, enda þótt hann bæri ekki með sér annað matarkyns en smá bita af freðnum kjöti í vassínum. Einhverja hressingu hlaut byggðarmaðurinn að geta boðið upp á. Að morgni sunnudagsins gæti Benedikt haldið vestur yfir aftur, það yrði 3. sunnudagur í aðventu. En þetta fór á aðra lund. Benedikt lét hvíldardaginn eiga sig. Löngu áður en tekið var að skíma á laugardagsmorguninn var hann leið inn eftir aftur í leit að fundnum og ófundnum farandkindum. Eftir á að hyggja var ekki lifandi leið að bregðast eitlis og hallanlega. En áður en hann lagði af stað gaf hann pósthestunum vatn og hey, þá sæi fylgdarmaðurinn að hann hefði komið þar og gæti sagt að hann væri heilla úr. Í grálísinu snerist næðingurinn í nepjum og áður varði var skotin á kafald spilur. Það átti ekki úr að aka fyrir Benedikt, öræfa og vetrarveður í algleymingi, eilífur ósvikinn hríðarofsi lukti eins og múrveggur hinn einmana göngumann. Í sífellu var hann að vaða gegnum hauga, já háganga fóksnæði, en með einhverjum honum óskiljanlegum hætti tókst honum að bera kennsl á landslagið og halda áttinni. Rataði á eitil ásamt hjörð hans allri og ótvístaðri og nú var haldið áfram norður á bóginn, beint í veðrið eða því sem næst í áttir byggða, ofur hægt, fót fyrir fót og varla það. Aftur var hann að vaða þannig og þjósa áfram þúsundum dauð uppvegum. Eitill einn fyndi honum á sjálfstofnum. En líður að kvöldi. Barningurinn við kindabjálfana og þetta vittlausa veður í þann veginn að gera út af við Benedikt. Og nú tóku einnig gardinnar að gaula, hungrið að naga hann innanfrá og var orðið æði langt síðan hann hafði smakkað mat og það eftir stund að hafa lifað við þröngan kost. Hann hafði hálft í hvoru vonað að komast með féð í nánd við holuna sína fyrir kvöldið. En veður og færið höfðu lagst á eitt gegn honum. Hann varð að hætta við það. Fela eitli kindurnar eina nóttina enn, haufast einn í áttina. Svo vanamáttugur getur mennskur maður orðið, svo lítt tjóir að spyrna á móti brotunum þegar við ofurefli að etja. 2 stunda göngu átti hann eftir heim í grítuna fyrir hann hugði og nú gekk hann og gekk. Taldi sig að gengið 2 stundir að minnstakosti, þá bar svo við að engin kofi fyrirfannst. Engin grýta, engin gröf að skríða í. Benedikt var gersamlega gáttaður, botnaði ekki neitt í neinu. Svo útkverf og rangsnúin getur jörðin reynst ráfandi manni að hún lokar sér gaggjart fyrir honum. Hann getur átt að við sjálfan sig hvað til bragð skuli taka. Og Benedikt varð ekki skotaskuld úr því. Það er hlutverk mannsins, ef til litið einasta, að finna ráð í óráði, gefast ekki upp. Spyrna móti brotti dauðans í hríðaskipta þangað til hann smígur í gegn og hæfir hjartað. Slíkt er hlutverk mennskra manna. En afsegi fæturnir frekari þjónustu þá er sjálfgefið að taka því. Þar með er ekki sagt að maður gefist upp. Fæturnir þarnast hvíldar, það er allt og sund, látum þá hvíla sig. Það var óþægilegt að tylla sig sem snöggvast, stúrinn í skap eða vísu en óbugaður. Stakk Benedikt staf sínum í skafl og lét hann hallast til norðurs, svo hann þekki áttina þegar hann stendur upp aftur. Af því afreikuður legði hann sér í lausafann á bak við hólparð og legaði saman, lá þar góða stund, lét sig snjóa í kaf, lét skefla vel yfir sig, reis á 4 fætur,
holdi þak yfir sig með bakinu, velti sér til og frá, þrýsti snjónum til hliðar. Þetta átti að verða hús, eins konar innivist. Síðan sátu þeir Leo þarna í snjóhúsinu sínu. Úti fyrir geisaði veröldin í algleymings-ofsa. Fyrst í stað fannst Benedikt hlýtt þarna niðri í snjóbyrginu sínu. Leyfði sér jafnvel að láta sér líða í brjóst öðru hverju. En gagndreipa garmarnir tóku að þiðna setti að honum hroll. Hvíldin var þó fyrir öllu, án hvíldar gat hann ekki verið. Og hann lagði sig fram að láta líða úr sér, mókti við og við, blundaði, en gæti þess að sofna ekki. Því sofni maður í fönn, hungraður og uppgefinn, eru allar líkur á að hann vakni ekki framar til þessa lífs. Þar kom að Benedikt hrökk upp og hristi af sér mókið og var í sömu svipan ljóst að heppilegast myndi að láta ekki lengur fyrirberast á þennan hátt. Tóku þeir því að krafsa sig upp úr fönninni, hann og Leo, tróðu snjóinn niður í kringum sig tveggja til 3 álna djúpan. En hvar var nú broddstafinn? Hans sáust engin merki, snjórinn hafði gleypt hann. Það var freistandi að skríða ofan í holuna aftur, fela sig í fönninni á nýja leik, því nú var enn hvassara en áður og frostið víst 30 stig giskaði hann á, í stað 20 undanfarna daga. Og hér var ekki til setunar boðið. Gæfist hann upp, var ekki dagurinn í dag einn í húfi, heldur allir hans ókomnu dagar. Þá verður gengið fram á hann hér fönnina leysti ef hann fyndist á nokkuð tíman. Ó nei, skjólið hans þarna niðri og flóttinn undan veðrinu myndi verða of dýru verði keypt. En svo hér stóð á björgunar vonin aðeins ein, sú að finna grýtuna sína, gröfina sína. Fyndi hann ekki, þá færi fyrir honum líkt og svo margri kindinni hér slóðir, árið eftir eða einhvert annað ár, gengi einhver fram á blásinn beinin af henni, skinin og skafin, tárhrein af trefjum holdsins, þar sem hún hefði orðið til á Öræfasandinum. Að leita upp í eitil og hinnar kindurnar, þess var í dag engin kostur. Válegur verkarhingur hans var þrengri en svo. Hér var það eitt að tefla að forða lífi sínu. Frostið nísti hann gegnum votar flíkurnar, kófið var í þann veginn að kæfan, þar hefði skeggið fraus saman fyrir vitum hans. Hann tók vasanífinn, sargaði af sér. Það var eina leiðin til að losa sig við klakaskilinu. Hvernig þeir Leo römbuðu á jarðhóluna gæti orðið torskýrt mál. Benedikt hafði aðeins óljósa hugmynd það, en það var það Leo sem allt í einu tók að krafsa á ólíklegum stað. Benedikt lagðist á 4 fætur, rótaði þangað til hann fann hlemmin, losaði hann og ofan komust þeir á endanum hólknir. Benedikt ætlaði að láta það verða sitt fyrsta verk að kveikja á tólkarkertinu og prímusnum, en vitanlega höfðu eldspýturnar vaknað, það kviknaði ekki á þeim. Eftir að hafa skipt ullartreyju stakk hann stokknum inn á sig nakinn, smá dottaði þar sem hann var niðurkominn, tannaði í sig ögn af freðnu kjöti með brauði og smjöri, en var of þurr í kverkunum, átti örðugt með að kyngja matnum, blundaði á ný viðvanur. Loks voru eldspýturnar orðnar þurrar. Benedikt kveikti á kertinu og senn fór að sjóða á prímusnum. Hvað kaffi það veit sá einn, en hefur sopið það í holu neðanjarðar í 30 stiga frosti upp á veginn Öræfum með fjöll og fárviðri allt í kringum sig. Og nú gat leitarmaðurinn með að segja þurrkað garmana sína. Á meðan þeir Leo áttu list sína og Benedikt inn á milli drifti á kaffibóllanum kannaði hann birgðir sínar. Kjötið var senn á þrótum, engin ósköp af brauðinu en drjúgt með smjör, fáeinir sykurmólar, en síðustu kaffilöggina var hann að sötra einmitt þessa stundina. Þannig var ástatt á bænum þeim og morgun mánudagur og hinn daginn aðfangadagskvöld. Frá meiru að segja Benedikt og 27. aðventugöngu hans. Eitthvað smálegt kynni að mega til þína, það sæmir vart að einnig sögumaður láti hann daga uppi þarna inn í holun sinni, svo yfirgefinn sem hann að þér virðist af Guði og mönnum. Það þá fyrst til frásagnar að daginn eftir, sem var mánudagur,
vaknaði hjá Benedikt sú von að svo miklum snjó kynni að hafa hlaðið í Jökulsá að takast mætti að renna sér yfir hana á skíðum og komast yfir að jökli og því að nú var komið Þorlákskvöld. En þrátt fyrir hið dæmalausa niðurfall og nístingsfrostið reyndist áin auð bæði að ís og snjó. Þá verður líklega einnig að láta þess getið að leitarmaðurinn ætlaði eftir að heimsóknin að jökli hafi brugðist að halda beint til byggða og reyna að komast heim fyrir jólin, rakst hann á nokkrar kindur sem engin leið var að láta eiga sig, að minnstakosti ekki fyrir en búið væri að koma þeim undir umsjá Eydils. Og þegar það tekist voru kraftarnir þróttnir þann daginn, hann mátti þakka sínum sæla að vera þessu megnugur að mjakast heim í jarðholuna sína. Ennfremur verður varla hjá því komist að drepa á að aðfangadagur jóla fór í að þoka eitli og hjörðinni hans ofur lítið í áttina til byggða að Benedikt og Leó héldu jólin hátíðlega í grýtunni. Á jóladaginn var kyrrt veður en hnausþykk skæða drífa tafði enn fyrir Benedikt með fjárreksturinn að kvöldið tók að hvessa og enn var gist í holunni eina nótt. Að annarri jólum leið á sama hátt og jóladagurinn en að kvöldi þess dags gugnaði Benedikt á því að halda áfram síðasta spölinn með sama hætti, gamall, lúinn og bráð ónýtur, eins og hann kom orðum að því við sjálfan sig. Gugnaði á því, skildi féð eftir undir forsjá Eydils og sneri til byggðar, gamall, lúinn, bráð ónýtur. Að áliðnu kvöldi kjagaði hann heim að botni og fékk það slíkar viðtökur sem væri hann úr helju hefndur. En hann lét sér fátt finnast fagnaðar kveðurnar, saknaði vinar í stað, spurði hvað nafnið minn? Það vissum en fátt. Benedikt ungi hafði farið að heiman án þess að geta erindið. Það er svo, ég ætlaði annars að biðja hann að skreppa með mér upp eftir núna bráðum þegar tunglið er komið á loft, sagði Benedikt eldri. Og nei, Benedikt yngri var ekki heima. En morgunin eftir fergnaðist það að botni að hann hefði safnað að sér fáinum ungum mönnum og haldið inn á heiði. Fyrir kvöldið var hann kominn heim með kindahópinn og þeir hefðu gert eitli skó, bundið leðurhosur klaufinnar á honum sem hann hafði skorið til blóðs við að vaða á fremstur og brjóta skara. Það var minnisverð sjón en þeir mættust á túninu í botni, Benedikt gamli og Eydill hans ásamt Benedikt yngra. Þakkaði fyrir nafni minn, sagði Benedikt eldri, og það stóð í honum að segja öllu meira á stundina. Þennan dag höfðu nokkrir bændur úr nágrenninu sem voru farnir að óttast Benedikt eldra og ekki höfðu frétt hinn, mælt sér mót á botni í því skyni að halda á fjöll og huga að gamla manninu og að sjálfsögðu einnig heimapildunum þegar þeir fréttu för þeirra. Öndvert þeim stóð Benedikt ungi ærið háleitur og ákveðinn til augnanna, þökkum nafna síns ansaði hann að bragði, þakkir þeim þakkir ber. Þar með var þessari einstæðu aðventuför lokið, þjónustan innt af höndum á fremsta megni og Benedikt eldri aftur í mannheimum stundarsakir.